Já, komið þið sæl á þessum fína stundudegi. Það eru synir Egils sem heilsa. Ég Sigurður og Magnús og Gunnar Smári situr hérna gegnt mér. Og gestir okkar að þessu sinni eru Hafdís Huld Hafsteinsdóttir. Hafdís Hrönn, já. Hrönn, já. Hafsteinsdóttir, fyrrandi þingkona Framsóknar. En starfa núna í hvað segir það? Eftirlitsnefnd með störfum lögreglu. Já. Og svo verðandi þingmaður hérna hjá okkur, Sigurður Hilmarsson, sem ætlar að leysa Áslaugu Örn af þegar hún fer út til náms, út til Bandaríkjanna. Það er, hún stefnir þangað allavega hvort það verði svona breyttum áherslum núverandi stjórnvalda þar. Já, ég held að það sé áhugavert að vera háskólanum í Bandaríkjunum þessa dagana. Já. En þetta er allan planið. Já. Ég held að það standi. Svo er það Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna. Við erum öll velkomin. Takk. Ég var að byrja á njósnamálinu. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt mál og þetta er komið ljós hver lag þessu og þetta var svona beðið með þetta fram í fyrningu. Eða ekki? Ég veit ekki, þetta er allavega ég ætla nú að taka undir það sem að margir hafa sagt í samfélaginu að þetta er svo hallærislegt. Já. Að því miður varpar það skugga á hvað þetta er alvarlegt. Vegna þess að það er náttúrulega grafa alvarlegt að lögreglan, þarna eru fyrrverandi og núverandi á þessum tíma lögreglumenn sem að eru að taka þátt í njósnum um einstakling fyrir peninga. Og það vissulega mjög langt síðan þetta gerðist og kann að endurspegla einhverju leyti einhverja sýn þeirra sem að óskuðu eftir þessu eða tóku þátt í þessu á samfélagi á þeim tíma sem þetta gerðist. En því miður þá held ég þetta sé líka endurspegli það líka að auðmenn á öllum tímum eru mjög gjarnir á að líta á samfélagið og regluverkið sem einhvers konar leikvöll þar sem að þeir geti bara beitt fjármunum til þess að kaupa hvað sem er og þar með talið þjónustu lögreglunar. En svo er það svolítið hin hliðin ef ég má bara aðeins í núna í byrjun þá varpar þetta ljósi á eða svona vekur hugrenningatengsl sífelldar óskir lögreglunar fyrr og síðar eftir lagabreytingum í þá veru að auka heimildir lögreglu til þess að fylgjast með fólki. Og þó að þarna sé sannarlega að ræða misnotkun, þá svona skerpir þetta á því að þau okkar sem að hafa verið að móast við í þinginu til að mynda, þegar að hefur verið óskað eftir nýjum heimildum, hafa sannarlega haft nokkuð til síns máls að þetta snýst jú það að þær heimildir sem eru fyrir hendi að þær séu þó tryggar og að við séum ekki að stóla á það að allir séu bara af heilum hug og séu vandaðir í sínum verkum, heldur sé regluverki þannig að það verji almenning fyrir misnotkun að þessu tagi. Já, við sjáum þetta til dæmis eins og við tölum við Vilhjálm Bjarnason að þetta er náttúrulega geysilega frekt inngrip í hans líf. Já, og ég held að þetta sé bara áfall fyrir hann og auðvitað aðra sem að sætti þessu eftirliti tíma. Ég náttúrulega horfði á hann þátt og mér leiði bara svona líkamlega illa allan tíman. Þetta var líkamlega óþægilegt. Bæði að maður er náttúrulega þarna verið að hnýsast fólk, einhvern veginn að horfa á einhver sem átti ekki að vera að horfa á, svo þessi tilfinning að það sé einhver að hafa eftirlit, jafnvel þá með Vilhjálmi, en maður svona getur sett sig í þessi spor og ég tek undir með Svandísi, þetta er náttúrulega mörguleyti svo bjánalegt, náttúrulega skilað og gatt svo sem kannski ekki gert það endilega, en það er einhver mjög ógeðfelldur tilgangur þarna baki. Og menn sem eru þá tilbúinir að bjóða fram þessa þjónustu sína í íslensku samfélagi, þarna er verið að afla upplýsinga þá dómsmál eða fyrirhuga dómsmál sem var í gangi. Ég sem starfandi lögmaður, ég hef þetta algjör óbeit á slíku. Það er svo mikilvægt í okkar samfélagi að við virðum þessar leikreglur sem við höfum, lögin, og við eigum þessa leið, það er að bera ágreining okkar undir dómstóluna, hlutlausa óvilhalla dómstóla sem að leysa það úr kröfum aðila á hlutlægan og málplan hátt. En þarna freistast menn til þess að gera eitthvað allt annað. Þannig að mér finnst þetta bara mjög ógeðfellt. Og ég vil líka svona kannski bæta við að taka aftur undir með Svandísi
að þú veist, þarna svona að mínu viti ólögmætt eftirlit einkaspæjara. Þeirra staða fær einhvern veginn svona auknavíkt sökum stöðu þeirra þá bæði sem þeir gengdu þarna á þessum tíma og höfðu gengt. Já. Og annars væri þetta bara einhverju menn út í bæ og það bara mjög svona ógeðfellt. Þannig að sem betur fer held ég að þetta sé nú tíðkist ekki en það sjokkerandi að menn séu bæði að bjóða fram svona þjónustu og séu aðalega sem tilbúinir að kaupa hana. Það líka þannig að þetta kastar vissulega rýrð á traust til lögreglunar og við höfum verið að sjá það að það þörf fyrir og við Svandís höfum með mig tekist á það í þinginu á síðasta kjörtímabili að það þörf fyrir auknum heimildum fyrir lögreglunum til þess að hafa eftirlit með skipulagðri brotastarfsemi og þess háttar. En það skiptir svo miklu máli að eftirlitið með störfum lögreglu sé skýrt, leikreglunar séu skýrar þannig að það sé ekki verið að fara út fyrir og í öllum stéttum samfélagsins þá alltaf rotin epli. Og það engin undantekning með lögregluna. En við þurfum einhvern veginn að komast á þann stað sem samfélag að við líðum ekki að svona hlutir geti komist upp. Því að ég tek undir með Sigurðina að þetta ógeðfellt. Og þetta var líkamlega vont að horfa á hann þátt. Og þetta kom hann í opna skjöldu að þetta geti einhvern veginn viðgengist í íslensku samfélagi. En á samtíma þá veit ég að eftirlitið með störfum lögreglu mjög gott en það þarf að verða ennþá skýrara og umfangsmeira til þess að það þjóni tilgangi sínum. Koma mörg mál til ykkar? Ég get ekki verið að tala fyrir nefndina. Já, fjöldi, já, það kom alveg fjölda. Margar kvartanir eiga rétt á sér og aðrar ekki. Það bara eins og gengur að gerast. Eins og gerir. Páll Magnússon útvarpsstjóri, hann var hérna hjá mér á miðvikudaginn og daginn eftir þáttinn. Og honum var þetta hlægilegt. Hann bara hlutaði að þessu þá hlóa hann bara, hvaða kjánar þetta? Hvað þeir að gera? Það þetta mörg lög má vera þar þessu. Þeir taka upp fundin með þeim sem eru að selja vinnu sína. Þeir sem þeir eru að selja vinnuna viti því og svo lekur þetta frá þeim. Þannig að þetta menn sem engin eiga nokkur viðskipti við nokkur tíma. Þannig að sömuleitt þetta eins og dönsk gammamynd frá 1970 eða eitthvað. En þetta eins og mjög alvarlegt mál. Og ég meina, það nú ekki verið svona brotist inn hjá mér, en ég tala við fólk sem hefur verið brotist inn hjá og maður fattar það ekki, held ég, fyrir að maður lendir í því hvað það mikið inngrip inn í svona einkalíf og hvað það grefur undan öryggi. Þannig ég finn mikið til bara með Villa og öðru sem verður fyrir þessu að þeir eru ekki eins frjálsir í dag eins og við kannski, eða því að það búið að ryðjast inn í einkalíf þeirra og þess vegna þetta bannað. Og ég veit ekki alveg hvað þeir eru að tala sambandi við rannsóknarheimildir lögreglunnar. Ég átta mig ekki alveg á því af hverju það má ekki vera eins og það var að ef þú ert að gera svona alvarlega eftirlit, það er svona alvarlegt eftirlit og þú þurfir að fá heimild dómara. Af hverju við að flytja ákvörðunina inn til lögreglunnar og svo gegn því að hafa eitthvað eftirlit þar sem að sömuleitt reynslan okkar í Íslandi að það er svona eftirlitsstofnanir hérna. Við erum með samkvæmseftirlit, það vanfjármagn að gerir ekkert. Við erum með skattarannsóknir sem að ráða ekki við að vera með skattarannsóknir á hinum allra auðugustu og þeir sem að hafa heilu álmunnar af lögfræðingu til að verja sig. Þannig að við erum ekki alveg þá sög á Íslandi að gefa bara frelsi og hafa svo eftirlit. Ég myndi fara mjög varlega í þetta. Já, ég sammála því og mér finnst að því að Hafdís var nefna hérna aðeins að við hefðum tekist á síðasta kjörtímabili og það svona einn af þessum svona, hvað ég var að segja, þetta svona ákveðin áherslumunur sem var að milli stjórnarflokkana á síðasta kjörtímabili sem að kom nú sífellt oftar í ljós eftir þessi leið á. En þarna snýrist þetta einmitt þetta að það væri skýrt eftirlit og að heimildirnar væru þannig að beiðnin þyrfti að koma frá dómara. Og við tókumst á það og það varð ákveðin millileið sem var farin í þeim efnum og sem ég held að skipti miklu máli. En mér langar að nefna einn vinkil á þessu líka, sem pólitískur.
og svona umfram það sem við erum að ræða núna og það svo staðreynd að það hefur alltaf verið þannig að róttækt fólk hefur þurft að sæta því að það hefur stundum verið óþarflega mikill áhugi á þeirra hegðun og ég tala nú ekki mótmælum, einhvers konar samblæstri eða samstöðu og það hefur verið hagur valdstjórnarinnar stundum að fylgja því fólki eftir. Hvort sem að það að ræða hleranir eða skikkingar eða annars konar eftirfylgd. Þess vegna þetta líka ofboðslega mikilvægt fyrir lýðræðið að við séum með þá hreinu að það sé sannarlega fundafrelsi og það sé sannarlega þannig að fólk geti gengið frjálst ferða sinna þó að það séu harðir vinstrimenn eða róttækir umhverfis- og náttúruverndarsinnar. Ég sjálf alin upp við það að það voru smellir í símanum heima hjá mér og þannig að það sko að því að hér fólk að tala líkamleg viðbrögð það líkamleg viðbrögð hjá mér þegar ég að í þeirri stöðu sem ég sem þingmaður að reyna að gæta þess að við stígum mjög varlega til jarðar þegar að óskað eftir nýjum og auknum heimildum fyrir lögregluna í þessu efni. Smellir í símanum heima hjá þér eftir að... Nei, ég að tala bara þegar ég var barn. Í æsku? Já, þegar ég var barn. Pappaðinn sem vera. Og það hefur komið fram að það var haft eftirlit með vinstri sinni fólki. Það var gert og ég meina það ekki nema ein kynslóð síðan að það var gert með skipulegum hætti. Við fengum til Íslands aðgerðir bresku lögregluna sem voru að fylgjast með umhverfis verndarsinnum sem voru að mótmæla, þeir komu hingað og voru að reyna að sænga hjá konum til þess að fá upplýsingar og fleira. Þetta búið að vera mikil umfjöllun þetta í Bretlandi. Þetta voru aðgerðir bresku lögreglunar til þess að brjóta niður andstöðu við stjórnarstefnu. Þetta bara stóralvarlegt mál og að veita lögreglunni heimildir til þess að gera það sem henni dettur í hug. Eitthvað svona Kristján Pétursson, við segjum bara svona í tímum Geirfinnsmálsins og svona. Ég hef ekki viljað sjá það. Það hefur bara farið enn verra, sko. En nú kemur réttargæslukerfið og svara fyrir þetta. Nei, ég held að ég geti tekið undir bara margt sko. Ég sjálfur svona náttúrulega bara tortrygginn á valdi og óttast afskipti eins og bara lífi mínu og þeirra sem að standa mér nærri. Og við búum á þessum tímum sko þar sem að það hægt að safna ógrynni gagna og núna með nýrri tækni hægt að vinna úr þeim bara með á augabragði ítarlegar persónuskýrslur hvert sem Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum á varðbergi gagnvart þessu. Ég held að það sé alltaf til það svona lýðræðisríki þar sem að þessar valdheimildir sko hvort sem þá lögreglu eða svona njósnastofnana hafa ekki verið misnotað með einhverjum hætti. Það hafi verið gengið dómsmál og skrifaði skýrslur bara öllum Norðurlöndunum, Bretlandi, Bandaríkjunum og þú veist, þetta bara því miður reglan og þá skiptir öllu máli að þegar við erum út af eitthvað af þessu kann að vera nauðsynlegt en þá skiptir öllu máli að við búum þessu slíkan ramma að það sé virt eftirlit og málin séu þá gerðu komi til skoðunar og ég fylgdist nú alveg með þessu frumvarpi forvirkar rannsóknar aðgerðir eða hvað þetta heimildir á endanum. Og þú veist þetta miðað að því að grípa málinum, að það sé einhver svona virk rýni og svo verður bara sagan að segja hvernig til tókst. En þetta bara samfélagi sem við búum við, þú veist, margt af þessu sko valkvætt. Við erum flest á Facebookinni og nýtum okkur hérna þessa miðla og það samt að mínu vita aðeins öðruvísi vegna þess að það val, skiljum. Það vissulega einhver eftirlit og gagnasöfnun en hún þá á hendi sko einkaaðila, alþjóðlegra fyrirtækja sem hafa þó allan enn sem komið ekki sömu valdheimildir og ríkið hefur. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum á varðbergi gagnvart þessu og þetta mál þarna sko bara mjög hryggilegt, mér finnst ekki hlægilegt við það, þú veist það einstakar bjánalega stundir þarna í þessu og það náttúrulega, mér finnst þetta mjög slæmt að þetta sé að koma upp svona löngu síðar, það náttúrulega var einhver grunur þarna
stuld á gögnum eða eitthvað misnotkun í starfi sem rann út í sandinn í einhverjum kærumeðferðum. Það auðvitað mjög óheppilegt. Þú veist, ég hygg að svona næstunni þurfi sko að rýna svolítið í þetta. Það þarna einhverjar stofnanir samfélagsins sem þurfa svolítið að fara yfir hvað gerðist þarna vegna þess að, þú veist, að það eitt að einhver það er aldrei hægt að koma í veg fyrir ólöglega hegðun fólks og starfsfólk, jafnvel þeirra sem hafa aðgang að einhverjum slíkum gögnum, sko. En þá þarf þetta að búa auðvitað þannig hnútana að það uppgötvist. Bara ef það, þú veist, ef það er einhver sem að stelur vísbendingar. Já, en ég meina, ég skil ekki, sko, þú veist, gagnastjórnunin á minni lögmannsstofu er nú bara þannig að ég geta alveg rakið það ef einhver myndi taka stela allum gögnunum, sko. Það er það sem skiptir svo miklu máli að skráning hjá lögreglunni við aðgerðir, sama hvernig og hvers slags aðgerðir það eru, sé skýr og að það sé hægt að rekja hvert skref aftur í tíman þegar það kemur að því að það komi upp atriði þar sem er vafi á því að lögreglun hafi verið að aðhafast innan sinna heimilda, að það sé þá hægt að rekja einmitt eins og Sigurður bendir á, þú veist, bara alveg hvert einasta skref sem hefur verið tekið af hálfu lögreglu bara í þessu tiltekna máli eða málum. Þannig að þú veist, það skiptir svo miklu máli upp á það að vera með virkt eftirlit og ég bara þannig úr garði gerð að ég hef oft sagt að ég þjáist af bjartsýni og ég hef trú á fólk sem að sinna þessum störfum og í 95-7% tilfella þá bara lögreglan að gera þetta af heilum hug og að sinna sínum störfum innan þeirra heimilda sem þau hafa og að gera sitt besta með það sem að þau raunverulega hafa og ég meina þá getum við komið inn á vanfjármögnun lögreglunar og skort á mönnun og ýmislegt sem að gera störf lögreglu mjög erfið. Svo komum upp svona mál þar sem að við erum með eitt og eitt ónýtt epli og við þurfum að koma í veg fyrir það verði fjölgun á þeim þannig að sko lögreglumenn fara að sjá tækifæri í því að vera í alls konar aukastörfum sem samrýmast ekki með þeim störfum sem sinna í aðalstarfi. Þannig að þú veist, þetta svona hlutir sem að við þurfum einhvern veginn að skoða sem samfélag. Hvernig viljum við að lögreglan starfi? Hvernig viljum við að þau sem að sinna þessum störfum geti aðhafst í þágu öryggis alls samfélagsins? En mættum við þá ekki líka ræða bara því að við vitum að þú veist, eitt eru reglur og fleira, svo annað sem bara kultúr og hvað leyfist og það margt sem að bendir til þess að af hverju þeir geta hringt í einhvern lögreglumann í vinnunni og látið hann fara að skottast fyrir einhverju auðmenn. Ég myndi vilja skoða að byrju, þetta mórallinanna? Við vorum með mál sem að löggan reyndar vann gegn mótmælendum sem að tóku harkalega á móti mótmælendum og þar voru svona ummæli sem lögreglan sagði og margt sem að bendi til þess fyrir okkur sem að stöndu fyrir utan þetta að það sé bara eitthvað mórall í löggunni að það megi sko taka ansi harkalega á mótmælendum og sérstaklega ef það eru sko fólk frá Mið-Austurlöndum og mér finnst þetta að vera alvarlegt og ef þessi andi inn í löggunni ég myndi vilja allavega fá að ég veit ekki hvort það myndi gagnast því okkur að ræða við löggumenn hérna hvort að þetta sé andinn ég meina þú þekkir þetta, þú varst á sjó og svona, þú ferð inn í messan niður og það mismunandi eftir bátum og skipum, sko, hvernig mórallin þar. Já. Sumstaðar bara helvitis karlremba og leiðindi inn í messanum og bara ónýtur kultúr og ég meina, ég vil bara spyrja því, er í lagi með kultúrunum hjá löggunni ef við erum alltaf að sjá eitthvað svona dæmi? Ég er ekkert viss sem borgar í þessu landi. Nei, en meðan ég skil hvað þú átt við, að þá ég einhvern veginn, sit ég í þeirri stöðu að ég með vissu, mín megin frá, sagt að kultúrin að megninu til mjög heilbrigður. Svo megum við heldur ekki gleyma því að þetta er allt fólk sem að sinna þessum störfum, sem að mætir fólki í mjög erfiðum aðstæðum og það er mjög erfitt að sinna þessum störfum oft og tíðum undir krefjandi aðstæðum og viljum við taka alfarið út það að kollegar geta rætt sín á milli án þess að það sé gert að einhverju sönnunargagni í einhverju máli
En hópurinn verður að taka þetta alvarlega. Út af því að þetta hefur ekki áhrif á störf lögreglu eins og í þessu máli sem að... Það voru lögreglumenn sem voru að skreita sig með táknmyndum ultrahægri og rasisma. Já, og það var tekið á því. Það var tekið á því innan lögreglunar. Það var ekki almennt. Nei, ég er að segja að þetta er alltaf að koma upp. Já, algjörlega. Og ég vil bara taka undir það. Auðvitað er það þannig í meginatriðum og hvort sem það eru 95 eða 97% eða hvað það er. Lögreglumanna eru að vinna miklum heilindum og mikilli hlýju gagnvart samfélaginu og vilja þjóna því af heilindum. En það breytir því ekki að sko, það er hlutverk löggjafans að passa upp á það að við rekum ekki þetta kerfi þannig að það standi og falli með því hvort að það eru góðar týpur sem að ráðast í sko, sem að verða lögreglumenn. Við þurfum líka að geta varið samfélagi fyrir því að það kunni þar að rata inn skemmt epli og þá þurfum við að vera með skýra löggjöf. Það er algjörlega sammála því og það skiptir öllu máli þegar við erum að ræða þessu hluti og þú veist, þá komum við að því bara þurfum við að skoða frekar samskiptafærni og svona samskiptaþjálfun lögreglunar við borgarana. Ég held að sé mjög mikil tækifæri í því að taka það meira inn í það nám sem er í gangi núna í lögreglufræðum að taka samskiptaþáttinn miklu meira inn í og vera með jafnvel mentorkerfi þeirra sem eldri eru fyrir þá nýju. Þannig að við séum með þessa mennsku, við séum með mýktina en samt sem áður séum með þessa traustu valdstjórn sem við viljum hafa hér á landi. Og yfirmenninni tala á þessum nótum. Ég segi ekki að segja eins og biskup, en ég meina þeir sem eru við yfirmenn í þessu kerfi eiga að tala svona það hvernig við viljum að lögreglan sé. En ekki alltaf verið bara viðbrögðum og neita því hún sé eitthvað. Nei, það er nú svona kannski frekar mín tilfinning að þeir leitist við að gera það. Kannski hef ég bæta aðeins við, sko. Ég starfa sem lögmaður og þetta er svolítið sérstakt starf, sko, vegna þess að starfstöðu mín er svo víða. Hún er inn á minni eigin skrifstofu en hún getur líka verið á lögreglustöðinni eða hjá dómstólunum í fangelsum landsins og víðar. Þannig að ég hef nú haft kynni af sko fangavörðum og lögreglumönnum og maður kemur náttúrulega ofta að þessum málum líka eftir á þess að maður skoðar öll þessi gögn og sem betur fer það nú þannig að almennt er verið að vinna að þessum málum af fagmennsku og virðingu og það er nú svona mín almenna upplifun. Svo geta verið mistök og þetta eru fjölmenn stétt og svo framvegis að það skiptir máli að þessi vel tekið á þessu. Það eru svona kerfislega þættir sem að þarf að gæta að. Við höfum komið inn á suma þeirra bara núna í þessari umræðu, sko. En annað sem að tengist einmitt þessari eftirlitsheimildum er mitt, sko, eins og það er búið að vera lögbundin skylda núna í lengri tíma að hafa eftirlit með símahlustunum og ríkissaksóknari gegnir því hlutverki og var sett inn í lögin, ég manna ekki 2017, eitthvað það leyti og það er hægt að lesa það í árskýrslum ríkissaksóknara ár eftir ár að hann getur ekki sinnt þessu vegna þess að lögreglustjóraembættin er ekki haldið utan í gögnum en þeim hætti sem hætti að vera og þá bera menn auðvitað alltaf fyrir sig að vantar einhver tölvukerfi eða hvað hann er. En þetta finnst mér til dæmis vera svo alvarlegt, sko, vegna þess að þeir sem hafa valdbeitingarheimildir að þeir verða að fullnægja þeim skyldum sem að löggjafinn leggur á og ekki, það er ekkert einhvað til umræðu að sé einhvern veginn öðruvísi og þegar það er einhvern veginn orðið valkvætt að því er virðist og var þarna hvað þetta var það í fleiri ár og þá eru þetta, sko, þá hefur maður áhyggjur af þessu svona hvernig þetta smitar niður á allt kerfið, sko. Það er ekki einhver valkostur lögreglunar að fylgja lögum, þú veist, það ráða ekki hvenar, sem betur fer. Herðu, en Sigurður, þú ert að skipta starfsvettvang. Þú kemur inn þegar Áslaug Arna fer til náms í Bandaríkjunum og þá sest þú á þing. Hefur komið inn sem varamaður? Herðu, ég var eina vikur núna í mars og hafði bara reglulega gaman af. Þetta er náttúrulega mjög stuttur tími sem ég var hérna, einu vika, en þú veist, mér fannst þetta bara áhugavert. Vika er víst langur tími í pólitík. Ég lifði þess einu viku af. En þetta er bara, mér finnst þetta bara skemmtilegu vettfangur. Þarna er mjög mikið af góðu fólki. Ég fann það, svo sem ég var þarna svona newman, sko, en ég átti að með á því strax að allir, það er meirinn helmingur núna þinginu, held ég, sem var nýr, sko. Þannig að þetta var, ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið samansafn af viðvanningum, sko, en svona vel meinandi fólk. Þannig að, jú, þetta svona kemur þetta óvænt. En hvaða armi Sjálfstæðisflokksins tilheyrir þú?
Sko, svo maður veitir hvernig maður talar við. Já, einmitt, þú vilt fara að setja á mig einhvern merkimiða, sko. Þetta er svolítið klófi flokkur. Já, ég bara heiti Sigurður Örn Hilmarsson og lögmaður. Ég, sko, tilheyri ekki einhverjum armi Sjálfstæðisflokksins. Ég bara geri það ekki, ég er bara minn eigin herra. Þú veist, ég var þegar ég var ungur maður þá skrifaði ég stundu fyrir Deigluna, sem var svona hópur ungs fólk sem fann sig kannski ekkert almennilega í einhverjum einum armi Sjálfstæðisflokksins og ég held að það hafi haft svona svolítið mótandi áhrif á mig. Þetta er svona, þú veist, frjálslynd fólk, hægri sinnað, mannréttinda þengjandi og ég held að ég komi bara úr þeim ranni hugmyndafræðinar. Já, en þú ert ekki verið af fúluköllunum, verið ekki í hrossabjúgu. Allavega ekki ennþá. Við sjáum hvernig ég verði eftir þennan tíma þarna. Sá hópur er eiginlega horfinn að mikið. Já, Jón Gunnarsson situr einn eftir. Já, en þetta er samt svo fyndið. Og það dugar alveg, hann sé í fílu. Nei, ég bara, þú veist, eins og þessi, þetta er bara óvænt, þú veist, lífið er stundum svolítið svona, hlutir gerast. Og ég tek þessu bara auðmýkt og bara að finna aðeins út í þessu öllu. Ég er persónulega mjög spennt að fylgjast með Sigurði koma inn á þing í lengri tíma því að ég bara fyndi að segja frá því. Þetta er í annað sinn sem að þið kallið mig á settið og ég enda með fyrrum kennara upp á Bifröst í settinu hjá ykkur, þannig að það er bara mjög gaman að segja frá því að Sigurður kenndi með mannréttindi upp á Bifröst í laganámi og bara stóð sér mjög vel við það, þannig að ég hlakka til að fylgjast með honum koma inn og stíga sín skref í pólitík. Og varst formaður lögmannafélagsins eins og annar þingmaður, Brynjar Níelsson? Já, heldur betur. Þú varst formaður lögmannafélagsins? Já. Ég var formaður lögmannafélagsins í 3 ár, held ég. Já. Skiptir svolítið formennsku? Já, reglurnar eru þannig að maður getur lengst verið 3 ár, sem ég held að sé fínt í öllu svona félagsstarfi. Þannig að ég bara kláraði mitt tímabil og það er bara gagn og gaman af. Lögmannafélagið skiptir held ég bara mjög miklu máli í íslensku samfélagi. Ég leita á það sem mitt hlutverk svolítið að tala einmitt fyrir svona réttaríkinu, þessum grundvallarreglum sem að verða að gilda í okkar samfélagi. Og það er verið að ráðast á þær bara í sífellu. Og það er náttúrulega líka eina ástæðan fyrir því að þessi vettvangur þingsins er áhugaverður, sko. Ég held að skipti mjög miklu máli hvernig stjórnmálafólk og bara annað fólk sem er í forsvari í okkar samfélagi, þetta undir ýmsum höttum, hvort sem það er í fræðasamfélaginu, atvinnulífinu, stjórnmálum eða bara einhverja fagstéttir eins og ég var það í forsvari fyrir, að hvernig við tölum hlutina og gera það að virðingu og þekkingu. Ég hugsaði oft þegar ég var í lögmannafélaginu og að beða þeim að tjá mig svona hitt og þetta að ég reyndi frekar að segja já og gefa það kost á mér vegna þess að ég myndi ekki gera það, myndi bara einhver annar gera það. Og sem kemur kannski úr einhver allt annari átt, lítur málinu öðrum augum og við búum bara í svona samfélagi sem er svolítið að gliðna í sundur. Það er að harðna, finnst mér, og þá skiptir held ég enn meira máli að fólk sem er svona einhver forsvari hefur möguleika getur til að það taki þátt í umræðinni. Það er ekki ástæðulausu sem að Smári spurði svona hvori fylkingunni til þú því að fyrir okkur sem stöndum utan með flokkir þá sýnist okkur að vera svona nánast bara 50-50 klofningur eins og sást í formannskjörinu. Já, ég náttúrulega sótti þennan landsfund og það er ótrúlega merkileg upplifun að sitja svona fund. Þarna voru tæplega 2000 manns að koma saman að móta þá stefnu flokksins og kjósa sér leiðtoga og það er voðalega fallegt í eðli sínu. Þetta gerist nú ekki mikið lýðræðislegra. Þarna voru 2 svona forkólfar flokksins og svo Snorri Ásmundsson sem að gaf kost á sér og hann fekk þetta bara gera það og hélt sína ræðu og ég veit svo sem ekki hvað hann fekk mörg atkvæða endanum, en þetta er bara svona flokkur. Við sjáum það á svona öðrum stjórnmálaflokkum. Flestir þeirra eru náttúrulega býsna nýir núna og það sem að þessi svona þessi líðræðislega reynsla eftir að koma í ljós svolítið hvernig þeim farnast. Einhvern tímann slíta stjórnmálaflokkar svona barnskónum og þá hættir þetta að ganga að geta bara valið vini sína. Það er voðalega þægilegt, sérstaklega til að byrja með,
En svo svona þegar menn komast til valda að þá getur það reynst aðeins erfiðara. Það hefur ekki, það sem ég held að þú veist þetta að meina, að eftir landsfundinn, þá finnst manni eins og sé ekki svona eitthvað svona skýr lína, mann finnst þess að flokkur sé ennþá í biðstöðu. Já. Það er eins og að annarkvort hafi upplifið Guðrún það ekki að hún hafi svona umboð til þess að bara leiða og þá muni fólk eldana eins og hún sé að sækja vinnu hjá þeim sem kussan ekki. Minnst hafi verið fundið af því svona víða því að verða að fundið svona Sjálfstæðisflokkurinn ekki vera að skora mikið í þinginu. Skána kannski þegar þú kemur, ég veit ekki. En þú veist það er svona uppivöðslusamur og talandum atrið sem kannski skipta ekki meginmáli, gera athugasemdir við einhverja formlegheit í staðinn fyrir að ræða pólitíkina og Já. Það er bara andrúma sem ég heyri. Nei, ég held að það sé alltaf hægt að finna að öllu sko. Sjálfstæðisflokkurinn er kannski ekki reynslu mikill í að vera stjórnarandstöðu í þinginu. En Það var miklu meiri reynslu í þinginu. Nei, en þú veist hvað skal segja sko. Ég held að sko næstu vikur í þinginu held ég verða mjög áhugaverðar. Það eru sko stór mál. Já, það eru bara mjög stór mál óafgreidd. Ég kíkti nú á það bara í gær fyrir forvitnissakir sko. Þú veist, það er búið að samþykkja 6 frumvörp. Öll stóru málin eru eftir. Margt af þessu er svona tæknilegs eðlis og umræðan kannski hluti sem er erfitt að setja sig inn í. En það skiptir auðvitað miklu máli, sko, eins og þú nefndir þetta svona einhverju formgallar eða athugasemdir form eða skort á upplýsingum og annað slíkt sem að ég hef alveg séð, sko, ég held að það sé alveg full ástæða til. Þú veist, það bæði var svona umræðvarandi þess að fjármálaáætlun og líka framsetningu gagna þar. Það bara skipti máli að þingmennirnir fái þau gögn sem þau þurfa til þess að geta rætt málin. Sama með þetta veiðigjalda sko frumvarp að þú veist það ber náttúrulega tiltölulega skjóta, þetta var skamman tíma í samráðsgáttinni, þú veist það er búið að vera til athugunar í þinginu, ég skilst að það sé koma einhverja breytingar sko sem þá viðbragð við því. En ég hélt mína jómfrúaræðu í þinginu og undir liðnum störf þingsins. Ég er náttúrulega svo barnalegur, ég held að ég ætti að tala störf þingsins og gerði það. Mér fannst það að skipta svo miklu máli sem kom mér algjörlega óvart að ég sem er svona unnið út í atvinnulífinu þennan tíma, að þarna er vinnulag einhvern veginn allt annað. Sko. Ég bara vissi ekki hvað var til umræði í þinginu fyrir en bara kvöldi áður. Og það er auðvitað bara svona óboðlegt fyrir alla. Það er takturinn í þinginu er mjög sérstakur og kemur á óvart. Og ég held að sko, þú veist, og þá var ég að reyna að ræða bara svona gæði vinnubragða. Það þingið á ekki að vera afgreiðslustofnun heldur, sko, þú veist, þetta er okkar svona rýna okkar borgarina. Erum við talandi flokkar sem að hafa slitið barnsskónum? Framsóknarflokkurinn er eldri en Sjálfstæðisflokkurinn. Hún er löngu búin að slíta barnsskónum og er kannski komin á flóka inniskó. Kannski eru skottir komnir undir rúmið og Framsóknarflokkurinn upp í brúm. Það er ekki stuð á Framsóknarflokknum? Ég veit nú ekki alveg hvað þú ert að tala um, það er alltaf stuð hjá okkur. Það er vissulega bara í síðustu könnun? Já, vissulega brekka, ég viðurkenni það. En þetta er ekki fyrsta sinn sem að Framsóknarflokkurinn stendur í brekku og mun rífa sig upp. Aldrei svona brattri áður. Þetta er lægstu mælingar sem flokkurinn hefur fengið. Jú, við höfum náttúrulega verið í svipaðri brekku áður fyrir einhverjum áratugum síðan. Já, þegar Halldór Ásgrímsson satt af sér sem formaður. Og þá tók við einhver rúlletta í kjölfarið af því. Mjög skrýtin. En það sem að við þurfum og það sem íslenskt samfélag þarf er bara stöðugleiki. Og það sem að ég heillast af við Framsóknarflokkinn og hvernig hann tekst á við erfiðleika er að við komum fram sem bara, ef ég má sletta, bara United Front og við ætlum að gera það þrátt fyrir að einstaka gamli ráðherrar sem að halda þeir séu eilífir ráðherrar. Við vitum alveg hvernig þú tala. Já, virðast fara mikinn í fjölmiðlum og greinaskrifum að þá hef ég samt mikla trú á stefnu Framsóknarflokksins, hún á erindi við kjósendur. En formaður, á hann ekki að í þessari stöðu, væri ekki réttast fyrir Sigurð Inga að hætta sem formaður?
viljum við, út af því að ég að tala stöðuleika, að viljum við kasta í burtu þeim manni sem að tala fyrir stöðuleika innan flokksins og uppbyggingu og talar fyrir því að við séum með trausta framtíð framsóknar í íslensku samfélagi. Hann fyrsti ábyrgðarmaður fyrir þessu, hvernig komið þér? Þetta var samspil margra þátt að þetta var ekki bara einn maður sem að... Sko, en á saman tíma þá hef ég mikla trú á Sigurð-Inga og hvernig hann að stýra flokknum. Hann hefur hitt alla grasrót framsóknar núna á síðustu vikum, tekið hátt í 80 eða yfir 80 fundi og bara útskýrt hvernig fór og hvað gerðist og við erum bara að vinna með það og við tökum bara flokksþing að ári og hlökkum til að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og munum mæta þar af öllu afli. Þannig að ég hef enga trú á því að við séum búin eða það sé rétta nálgunin að fara að skipta út formanninum á þessum tímapunkti. Við þurfum bara að rífa okkur í gang og halda áfram og sjá hvað við gerðum rangt og meta það. Og svo bara mikilvægast öllu að læra af mistökunum og gera þau ekki aftur. Ég held að þú ákjósanlegri formaður heldur en Sigurður Ingi. Það bara mín skoðun. Sigurður búin að tala að Sigurður Ingi segi af sér núna bara í marga mánuði. Já, bara einu sinni í viku eitthvað. Nei, mér finnst þetta alveg afleitt staða fyrir formann. Já, og hann nýtur samt sem áður mikils trausts innan Framsóknarflokksins og við sáum það bara núna á miðstjórnarfundi sem við héldum á Akureyri að hann á fullt erindi innan flokksins og nýtur trausts og stuðnings. Við bókum inn í þáttinu með ýmis konar hætti og það var svolítið gaman núna. Þetta eru fulltrúar eiginlega síðustu ríkisstjórnar sem situr hérna á borðið. Tók eftir því. Það var svolítið vandræði framan af með Sjálfstæðisflokkinn. En það veist. Svo leysist það. En þú ert formaður líka, Svandís. Það er rétt. Það er rétt. Og það finnur lítið fyrir þínu flokki núna? Já, heldur betur. Þetta var náttúrulega mikill skellur og bara áfall. Ég held að verður bara að segja það eins og það er. Þetta er 25 ára saga og þetta er ákveðin kaflaskil í okkar pólitísku tilveru. Það gildir reyndar bæði Sjálfstæðisflokk og Framsókn að fá sögulega lágt fylgi í þessum kosningum en auðvitað halda sjó og það skiptir miklu máli til þess að ná einhverju viðspyrnu en ég finn það bæði með Framsókn og Sjálfstæðisflokk að því við vorum talað hér þetta svona formannskipti í Sjálfstæðisflokknum og svona ákveðið nýtt start þar. Að það er eins og flokkurinn sé svolítið að bíða átekta, hvað gerist næst og hvað gerist svo og ég tek undir það sem Sigurður að segja hér að það verður mjög spennandi að sjá bara umræðuna, atkvæðagreiðslurnar og svo framvegis á næstu vikum af því að það er í raun og veru engin pólitík byrjuð í þinginu og hún á eftir að koma núna og reynsluleysið er víða þannig í stjórnarflokkunum þá er fólk að berja sér á brjóst yfir breytingum sem er kannski bara búið að leggja fram í samráðsgátt en ekki búið að klára hina þinglegu meðferð sem er oft ansi mikið verkefni. Þingið er sko og að því við erum að tala hér lýðræði mannréttindi þingið er í mjög sérstakri stöðu þegar það vantar alveg aðhald frá vinstri í svona miðhægri ríkisstjórn eins og ég vil kalla hana þó að mogginn kalla hana vinstri stjórn eins og allar stjórnir sem að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki og þá sko er í raun og veru þessi staða þannig að ríkisstjórnin er svona að stíga sín fyrstu skref og er svolítið mikið á sínum hveitibrauðsdögum ennþá og það sko lengist í þeim að mörguleiti vegna þess að það er óstöðuleiki í alþjóðamálum og svo framvegis. En við höfum verið í VG að senda inn umsagnir þingmál og bara eins og grasrótarhreyfingar út í bæ er að gera við tiltekin mál og höfum verið að senda inn við einhver 5 eða 7 mál meðal annars fjármálaáætlun og önnur slík og ég kom á fund umhverfis- og samgöngunefndar daginn þar sem var verið að fjalla svona flýti meðferðarmál Jóhanns Páls sem að fjallaði fyrst og fremst Hvammsvirkjun og þá kem ég inn á fundin bara svona með öðrum náttúruverndarhreyfingum Vinstri-hreyfingin grænt framboð er þá komin í þá stöðu að koma inn á nefndafund
Og þá mætir nefndin mér og það einn þingmaður sem hefur þingreynslu í allri nefndinni. Og það formaður nefndarinnar, Guðbrandur Einarsson, ágætur þingmaður. Og svo þetta alls konar reynsla af lögmennsku og sveitarstjórnarmálum og öllu mögulegu. En sko, maður svona finnur fyrir því hvað þetta, sko, þarna mjög flókið mál tæknilega, en inn í því eru svona það sem við köllum í þinginu stundum laumufarþegar. Það að segja að það verið að gera breytingar á almennri löggjöf sem að hafa mjög mikil áhrif inn í framtíðina. En blasa ekki við þegar þingmaðurinn bara les málið eins og það liggur fyrir og eins og það kemur fram í fyrstu umræðu frá ráðherranum. Og það að horfa á þessa stöðu og vera, sko, og sjá að það verður ákveð ónæmi ríkisstjórnarinnar fyrir gagnrýni verðum málum vinstra megin frá þegar að krítikin ekki inn í þingsal. Við sjáum þetta núna eins og með Óskar drenginn sem að verið að nefna og verið að brottvísa, að það eins og ráðherrarnir geti bara komist upp með það að segja bara ég ætla ekki að tala um þetta. Og vegna þess að þá bara fara þeir inn í þinghúsið og það kemur enginn með óundirbúna fyrirspurn. Það enginn sem að heldur uppi þessum flöggum og þetta ekki gott fyrir löggjöfina. Sko, löggjafinn verður að búa við það að fá allar þessar hliðar í þinglegri meðferð til þess að það sé búið að spegla öll þessi sjónarmið, þessi lýðræðislegu sjónarmið í gegnum frá frumvarpi og til samþykktra laga. Þannig að við höfum verið að halda þessu til haga að setja inn umsagnir, mæta á fund nefnda til þess að þessi rödd sé þarna og til þess að hún sé til í skjölum þingsins þegar að eftirspurning kemur aftur eftir Vinstri grænum. Ég heyri það að þú ert ekki að gefast upp á pólitík. Ég bara gæti það ekki, sko. Ég veit ekki hvernig það myndi líta út. En það auðvitað mikil degla á vinstri vængnum. Og eitthvað þarf að gera. Já, eitthvað þarf að gera og fólk mikið að tala saman og stinga saman nefjum en svo það spurningin sko þegar að formið fer einhvern veginn að verða yfirsterkara hugsjónunum. Ég meina það hlutverk okkar sem að erum til vinstri og á róttækum armi í íslensku stjórnmálum að tryggja það að kjósendur eigi kost á því að merkja við þessi sjónarmið og þessar hugsjónir í kosningum, hvort sem það í sveitarstjórnarkosningum eða þingkosningum. Og við eigum bara að hysja upp okkar sundurlyndis brók og reyna að tala saman eins og fólk og ég held að við ættum að geta gert það. En Smári, þið byrjað að tala saman? Nei, en við erum með svipað í Sósíalistaflokknum og í Lögmannafélaginu, það svona tímamörk á setu, þannig ég að klára mín 8 ár sem sem formaður framkvæmdastjórnar. Já, núna í sumar. Já. Þannig ég ekki... Það óbreyttur. Já, ég lít ekki svo á að ég sé mitt hlutverk að leiða slíkt samtal. Nei. En mér langar þegar að tala um þingið og þessar spennandi vikur, það eru bara fáa vikur, með að við svona venjulegt líklega kannski dregst þingið eitthvað framöndan og veiðigjöldin eru stórt mál og það að breytast núna, það var kynnt í upphafi í samráðsgátt. Ég tek alveg undir að það var svona svolítið brátt þessi lausn, ég hafði aldrei heyrt þetta með þessa viðmiðunin við norska verðið og eitthvað fleira, það var mörguleiti sérstök lausn sem að kemur. Og maður velti fyrir sig sko, og maður sér það líka að sko, ríkisstjórnin hefur stuðning í þessu máli. Ég held að komi fram í könnunum og almennt hefur ríkisstjórnin góðan stuðning svona með við 100 dagana og ennþá lifir í svona gautabröðstofunum. Þannig að hún hefur svona vissuleiti pólitískt afl en það á móti mun rísa upp í auglýsingatímum ríkisútvarpsins hörð andstaða og maður heyrir það að flokkarnir inn á þingi í stjórnarandstöðunni, þeir eru allir stórútgerðarmegin í lífinu og ég að velta fyrir mér hvort að ríkisstjórnin þú ert að segja, það eitt að leggja inn í samráðsgátt og annar að ná þessu þannig í gegn og þetta eru öflug andstaða sem klók að grafa undir og kann að lesa, þú veist hvernig á að grafa undir stuðningi viðreisnar við þetta og hvar eru menn veiki fyrir og eitthvað fleira. Haldið að ríkisstjórnin ná þessu í gegn? Þessu breytingum sem að ég vil taka fram að ekkert stórvægilega breytingar sko. Eru svona lagfæringar. Já, þetta náttúrulega fyrst og fremst bara umtalsverð hækkun á veiðigjaldi og það vill þjóðin, samfélagi vill það, 85% samkvæmt einhverjum könnunum vill það. En nú ríkisstjórnar fólk að segja að þetta ekki eins mikil hækkun og þetta verður aldrei tvöföldun ef ég einu fréttar. Já, og auðvitað eru alls konar
alls konar breytileiki í því, ég meina hvernig verður með loðnuaflann og allt mögulegt sko, en við erum að tala um að ríkissjóður sé að fá kannski 10-11 milljarða núna og hér er verið að tala um hækkun upp á 7-8 til viðbótar inn í þennan pott og það er náttúrulega umtalsverð hækkun. Það síðan hvað reikniregla er notuð sem að sko ríkisstjórnarflokkarnir tala eins og já við ætlaðum bara að skipta reiknireglu og svo bara kemur það í ljós að það er bara rosalega hækkun, við vorum bara mjög ánægð með það. Mér finnst það pínu halló sko, ég hef nú kannski bara sagt ef ég bara ekki að hækka þessi veiðigjöld sko. En það er önnur saga, en ég held að sko þá þetta er að koma í ljós og sérstaklega með Sjálfstæðisflokkinn sem að er bara með beina línu inn í SFS, þannig hefur það alltaf verið og ég fann auðvitað mjög fyrir því í ríkisstjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum að það var ekkert þannig að þetta væri sko tengsla laust þarna á milli og þá eftir að koma í ljós hversu harða mótspyrnu Sjálfstæðisflokkurinn vill veita í þinginu og hvort að það myndast einhver samstaða með stjórnarandstöðunni í þeim efnum. Það mun koma í ljós í þessari viku og næstu hvernig þeirri umræðu mun vinda fram en samfélagið er með þessari breytingu myndi ég segja. Mér finnst líka mjög spennandi að sjá frumvarp ráðherrans gagnsæi í sjávarútvegi sem er bara sprottið upp frá þeirri vinnu sem að ég hóf á síðasta kjörtímabili og þá verður bara spennandi að sjá með þennan sannarlega sterka þingmeirihluta hvort að þau klári þetta ekki bara með bravúr og ég sé ekkert annað í spilunum heldur en að þau geti gert það. Sigurður. Já. Veiðigjöldin og það mál. Já. Sko, kannski bara eins og ég kom inn á áðan þú veist, þetta ber einhvern veginn svolítið skjótt að og þú veist, þessi tími þarna í samráðsgáttunum, það hefur nú kannski líka komið í ljós að sumar þeirra forsendna sem að lága baki sko upphaflegu frumvarpinu er ekki réttar og var einfaldlega ekki búið að reikna út annars vegar sko ekki réttilega áhrifin af einstaka breytingum og svo kannski svona þetta stóra atriði sem að og ég teka nú bara fram, ég er ekki einhver sérfræðingur í þessum veiðigjöldum og þetta hefur nú ekki komið inn á mitt borð og var ekki til umræðu þessa einu viku sem ég satt þarna á þingi en sko, þú veist, allar svona breytingar hafa sko, þú veist, það eru þetta sem óttinn þeirra sem að vilja standa við sko atvinnufrelsi í landinu og atvinnuuppbyggingu er sko einhver svona víðtækari þú veist, bein og óbein áhrif og það er, þú veist, náttúrulega staðarind og þetta birtist mér, ég er nú bara alin upp í Vesturbænum, sko þetta birtist mér nú þannig að þú veist, það hefur verið við erum heppin Íslendingar að búa við þessi gjöfulu mið og og geta stunda þessa veiðar hagkvæmni. Guðmundur í Brím og Þorsteinn Már eru rosalega heppnir, við kannski síður. Já, sko, maður geta svo sem haft, þetta endar alltaf einhvern umræðum sko gjafakvóta. Þetta fer alltaf þangað. Og þú veist, það fer alltaf þangað, bara hvort það voru teknar réttar ákvarðanir á 9. áratugnum. Þetta fer alltaf þangað. En þú veist, staðreyndin er þessi að íslensku sjávarútvegur er hagkvæmur, hann er að skila miklum tekjum, þetta er hálauna störf all land og bara til hagsbóta fyrir samfélagi allt. Þarna eru þá þessar breytingar, ég skil ekki alveg þessa aðferð og að finna eitthvað markaðsverði í Noregi og af hverju menn eru að gera það þegar þú veist, þetta er ekki norskur sjávarútvegur. Ég hef áhyggjur af hvað áhrif þetta hefur á sko, fiskvinnslur landsins. Eftir situr hitt sem að ég held að sko, er í raunverulega verkefni. Sko, þú veist, það er bara þú veist, hvað á afgjaldið að vera. Það er bara svona þetta sífellda verkefni okkar stjórnmálamannana að það er rétt og eðlilegt að íslenska þjóðin það hafi tekjur af nýtingu fiskauðlindarinnar. Það er verkefni. Það sem gengur eins og er ekki er þessi sko óstöðuleiki að sko það komast einhver til valda og það þarf að rífa allt upp með rótum og eftir svona allan að því að birtist mér þarna þá hugsanlega með einhverjum afleiðingum sem eru ófyrirséðar og mann hafa ekki alveg hugsað til enda. Þess vegna held ég er svo sem kannaði ekki áður en ég kom innan þátt en mér skilst að það sé að þá koma nýtt
eða breytt frumvarp, ég veit ekki hvernig það mun líta út. En þú veist, og það er nú tvennt í því, það er auðvitað gott að þá ríkisstjórnin sjá einhverju leyti að sér, taki gagnrýni og sé að breyta frumvarpinu, en eftir stendur þá gagnrýnin, sko, þú veist, hversu vel, hversu skynsamlega var lagt upp með málið í upphafi og það búið að laga það þannig að það sé hægt að afgreiða. Og ég bara veit það ekki. Til svona lítilla og mjögstóra fyrirtækja. Já, mér langar bara aðeins að nefna það, sko, að það þessi svona grundvallarbreyting sem gerð var milli frá samráðsgátt og fram að því að málið lagt fram, þessi viðmið fyrir litlar og meðalstórar útgerðir og þá mun andstaðan á þeim svæðum minnka. Það liggur alveg fyrir. Þannig að það verið að koma til móts við þau sjónarmið. En þetta bara, ég má bæta bara stutt og aftur, ég bara svona, ekki sérfræðingur í þessu, en mér finnst margt svolítið skrítið þetta sama eins og með strandveiðarnar, að það var, ég veit ekki til þess að þeirri spurning hafi verið svarað, hvaðan fiskurinn á að koma. Þið kannski þekki það betur. Úr sjónum, segja strandveiði sjónum. En ég meina bara að taka annars staðar frá eða auka aflaheimildir, þú veist hvað? Það verður að gera það væntanlega. Ráðar hefur eitthvað 10.000 tonn, svo vantar 10 viðbót. Já, nú ég alin upp við sjávarútveg og kem úr litlu sjávarþorpi að vestan. Og að sjálfsögðu sporin hræða alltaf þegar það kemur að því að við erum að ræða þessi mál fyrir þá sem að standa í þessum atvinnuvegi og fyrir þá sem að sinna þessum störfum. Hvað verður mitt starf þegar að X og Y og Z gerist? En það sem að mér finnst svo varhugavert við þetta tiltekna mál og hvernig ríkisstjórnin hefur einhvern veginn verið að fronta það og koma með það inn í þingið var þetta, það svona eimar alltaf skort á samráði. Ekki betra að fara í lengri tíma, nú þau bara nýbúin með sína fyrstu 100 daga. Var ekki betra að fara í samráð við greinina, við samfélagið og taka sér aðeins lengri tími í þetta. Það átti bara að keyra þetta í gegn og eins með fjármálaáætlun. Keyra þetta í gegn án þess að það væri eitthvað gögn sem að væri hægt að rýna í. Og það það sem að mér finnst svo varhugavert og athyglisvert við margt af störfum þessara ríkisstjórnar að þetta svolítið lenskan. Að það lagt eitthvað fyrir og þá bara keyra það í gegn og svo mæta þau þessari gríðarlegu þingreynslu sem í stjórnarandstöðunni og átta sig síðan á því að þau eru rekin tilbaka með hlutina. Í staðan fyrir að koma með málin vel unnin inn í þingið þannig að það sé hægt að taka málefnilega umræðu þau. En þegar þetta kemur svona inn eins og fjármálaáætlun og veiðigjaldið, þá málefnilega umræða svolítið bara horfin út á hafsauga. Í staðinn fyrir að við séum bara með... Kannski ætlaðu að gera bara sama og Trump, að nýta meðbyrjun upphafi og keyra þau í gegn að það breytingar sem að þú ætlar að ná á kjörtímabilinu? Já, ég meina, það sem við viljum í lýðræðislegu samfélagi? Nei, það þingræði, sko. Ég held að þetta sé góð pæling, sko, að það gæti verið þannig að bara notum tækifærið meðan það ennþá opið, sko. En við vitum að ríkisstjórnin missa traust til álíður og nú hefur við líklega bara 9 mánuði til að koma sér í gegn. Já, en ég vil líka segja, sko, að það getur líka verið svolítið tvíbent að lenda í þeirri stöðu að vera með háar væntingar og fögur fyrirheitum alveg opaslega mikil afköst þingsins. Að því að hér samhent ríkisstjórn sem það sem mikið stuð og mjög gaman verkstjórn og við erum með mikið á stórum og flottum málum og við ætlum að klára þetta en lenda svo í því að vera rekin tilbaka lenda í því að mál sem að ekki klárast í vor þurfa að fara inn á haustið og svo framvegis í staðinn fyrir að hafa það kannski svona einhvern veginn á radar fyrirfram þannig að sko að því að þessari ríkisstjórn sannarlega vorkunn að því leytinu til að hún byrjar bara seint á vetrinum sko. Og það auðvitað sko, mjög snúið að búa til svona það yfirbragð að þingmálaskráin sé svona þróttmikil og öflug en hafa bara alveg óbáslega lítinn tíma svo maður reynir að vera sanngjarn líka. En það líka það líka þetta að þú veist við erum með einn ráðherra í þessari ríkisstjórn sem hefur reynslu af því að bæði að sitja á þingi í lengri tíma og í ríkisstjórn áður þannig að og þú veist Þorgerður Katrín gerir það mjög vel að koma sínum málum og sínum hugsjónum eða hugsjónum Viðreisnar á framfæri í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Viðreisn ræður mestu sýnismanni? Já, það einmitt það sem maður sér bara. En þú veist, á móti kemur að þá kannski
varpa þessi vinnubrögð svolítið ljósi á reynsluleysi þessara ríkisstjórnar að vera í þessum störfum á meðan mér langar rosalega mikið. Ég er bara miðjumaður og vill bara að fólk fá að njóta vafans og að þú sýnir mér hvaða árangri þú ætlar að ná fyrir Íslands samfélag og svo getum við tekið samtali þegar það komin einhver reynsla á það. En fyrstu skrefin eru einhvern veginn þannig að maður er svona efins það hvernig þau ætla að stíga inn í þetta að eiga í samstarfi við þingið, hvernig þau ætla að koma með mál inn, ætla þau bara að frekja hlutin í gegn eða ætla þau að eiga í samstarfi við alla flokka. En varðandi veiðigjöldin, þá er mikill meirihluti almennings sem er hlynntur því. Almenningur lítur svo á hann eigi svo auðlind og það vitað allir að þar eru stærstu fyrirtæknarnir eru að hagnast stórkostlega á kvótakerfinu. Þú ert að vestan og við þekkjum líka sögu kvótakerfisins þar sem að þessi uppbygging þessara stóru fyrirtækja hafa kostað byggðarlög gríðarlega mikið sem hafa mist kvótan frá sér. Smærri útgerðir hafa bara sogast undir þetta stundum bara með aðstoð bankakerfisins þar sem stóru aðlið bara sópar þetta allt saman til sín. Þegar almenningur er spurt kvótakerfið þá er það óréttlátt. Ég held að verið slegið upp í 90% sem upplifa kvótakerfið óréttlátt. Ít undir spillingu, var ekki 70% sem spillingu. Af hverju Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn, af hverju segi ég, hvað er að þess að hlaupa sig gegn? Ætlum við virkilega að standa í því einhvern veginn, það hefði kannski verið betra að gera þetta öðruvísi, þetta er alltaf skammu tími, það er búið að vera að tala um þetta í 30-40 ár, sko. Að sjálfsögðu Er ekki bara komið tími á að hækka þessi veiðigjöld? Að sjálfsögðu, við þurfum bara að taka umræðuna sem samfélag og inn í þinginu og við þá sem að eru í þessari grein. Hvernig við ætlum að hækka þetta, því að það er allir sammála um það að auðvitað á þessi geiri að borga sanngjarnt til samfélagsins og að hækka þetta, við höfum ekkert staðið í vegi fyrir því en við viljum að sanngjarnt sé á haldið þegar það kemur að því að við erum að ræða hækkun á veiðigjöldum. Við viljum að byggðasjónarmið séu höfð að leiðarljósi þar og það er bara eitthvað sem við í Framsókn höfum alltaf talað fyrir, er að byggðasjónarmið séu höfð að leiðarljósi þegar það kemur að hækkun á gjöldum, hvort sem það sé fiskgeldisgjald eða veiðigjaldi eða hvað það er, að við séum að standa vörðum byggðirnar í landinu sem að stóla á þennan atvinnuveg, að það séu störf út á landi sem að hefa í sjávarútveginum og að við séum ekki missa því burtu. Þetta er allt eitthvað sem að við viljum að sé bara fyrirliggjandi, ef ég má orða það svo, þegar að við erum að taka þessu umræðu. En sjáum við ekkert vandamáli því að Samherji sé svona stór, eigi stóra hluti í síldavinnslunni, eigi Eimskip sem að flytur með fiskina á landi, eigi fiski frá þennar í sjónum, þannig að hann er seltur í útlöndum, eigi stærsta einkahlutahafinn í Högum sem að kaupa kostinn, eigi stærsta hlutin í Sjóvá sem að þau tryggja hjá. Lifa bara eiginlega í Samherja landi, fyrst og fremst byggt upp á þessu hvernig þeir hafa fengið aðgangað auðlindum almennings. Sjáum við ekkert vandamál við þetta? Jú, þess vegna þurfum við að taka umræðuna og það er bara heilbrigt að við séum að ræða þetta bara sem samfélag og inn í þinginu hvaða gjald á að taka fyrir nýtingu á þessari auðlind og hvernig við ætlum að gera það. Það sem að við viljum bara að sé haft að leiðarljósi er byggðasjónarmiðin því að þessi fyrirtæki er að skila og er að fjárfesta hellingu í sínum byggðum, í sínum nærumhverfi þar sem þeir eru með sína starfsemi. Þeir eru fjárfestum allt. Já, og ég meina líka bara í nærsamfélaginu þar sem þeir eru með sína starfsemi og mér finnst þetta skipta svo miklu máli þegar við erum að ræða þetta að við séum ekki bara að bóla þessu út úr landi því að við höfum vel fylgst með því að þetta eru samt sem að fyrirtæki sem þarf að reka með skynsamlegum hætti. En að sjálfsögðu þá fyrir, svo skal ég hætta, en að sjálfsögðu þá erum við í Framsókn alltaf talsmenn þess að svona fyrirtæki og að sé í rauninni bara greitt sanngjarnt til samfélagsins fyrir nýtingu á okkar auðlindum. Hvernig við ætlum að gera það finnst mér ekki mjög skýrt af þessu máli sem var lagt fyrir þingið og alla forsendur liggja bara ekki hreinlega á baki þannig að sé hægt að taka upplýsta ákvörðun. Sko, mér langar bara að segja að sjálfsögðu hefur það áhrif á samfélagið ef að gjaldtaka er aukin á þessa atvinnugrein. Og það væri sannarlega betra að það lægi fyrir frekari greiningar á því. En ég vil hins vegar segja það að því hér erum við að tala svolítið upphafið útgerðina og stórútgerðina sem sé að vinna samfélaginu gagn og gaman. Að það hefur nú gerst oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að það hefur verið tekin ein viðskiptaleg ákvörðun
af einni stórútgerð sem hefur kippt fótunum undan heilu byggðarlagi og við vorum ekki með neina varnir í neinni löggjöf gagnvart því. Þannig að láta eins og við séum núna með eitthvað system sem að passi svo vel upp á byggðirnar og svo séum við að fara inn í eitthvað nýtt þar sem við gerum það ekki, finnst mér umhugsunarefni. Annars sem ég langar að segja, að því að, og hér hefur verið nefnt þetta með að miða við sko norska reiknireglu í raun og veru, eða norsk verðmæti. Mér finnst það áhugavert og ég er svona kall eftir því að við höldum aðeins þræðinum í því, sko, bæði Samfylking og Viðreisn töluðu fyrir því til skamms tíma að veiðiheimildir fara á markað. Heyrðu, við verðum að gera augnablís að því að þú þarft að fara. Já, afsækja mig. Já, ekki málið. Hafdís Hrönn þarf að fara út úr þættinum með því nú stutt eftir að þessu hvort þið en þú ert að fara eitthvað fund austur á Selfossi. Jöp. Góða ferð. Takk fyrir. Góða ferð. Takk fyrir boðið. Takk fyrir komuna. Já, þú má bara fara. Já, ok, takk. Já. Fyrir matvælaráðherra að vera að tala. Já, það var sú típa sem var að tala. Sko, ég nefnilega tók svo vel eftir því að því að við vorum með þessa þverpólitísku vinnu sem var svona viðleitni til þess að ná þessu breiða samtali við samfélagið allt, gera ítarlegar skoðanakannir gagnvart almenningi og tala við alla einhvern veginn. SFS var alltaf í mjög miklu varnarham gagnvart öllu sem að þarna var gert. En þarna gerði ég ráð fyrir því og að því að ég hafði líka verið í vinnu undir forystu Þorgerðar Katrínar 2017 þar sem að hún og Viðreisn á þeim tíma talaði fyrst og fremst fyrir því að aflaheimildir færu á markað og það yrði leiðin til þess að verðið yrði til á markaðnum. Og Samfylkingin talaði fyrir þessu líka, það er byrjað í skrefum og svo er það gert einhvern veginn smátt og smátt. Þessi umræða er bara úti. Hún er bara ekki inn í umræðinu og það er einhvern veginn enginn sem að rukkar þessa flokka það að segja, býtu, hvar var ykkar hugmyndafræðilega plan af því hvernig þetta halda utanum sjávarútveginn og ég hef ekki orðið verið það því vorum hér að tala sko flokka sem að eiga djúpar rætur og alls konar landsfundarhefðir og svo framvegis að flokkur eins og Viðreisn, ég hef ekki orðið verið það að hann hafi gengið í gegnum einhverja endurmótun á sinni sjávarútvegsstefnu og sannarlega hefur Samfylkingin ekki gert það en núna kvissbang búm þá er komin einhver ný nálgun og ég styð hækkun á veiðigjöldum, ég geri það en mér finnst þetta svona út frá þessum hugmyndafræðilega þræði sem hefur verið spunnin langt aftur í tíman hjá þessum flokkum allt aftur til aldamóta og jafnvel aftar hjá Samfylkingunni rétt það bil sem sá flokkur var til að þá núna allt í einu bara erum við að tala allt aðra nálgun að því að finna út hvert hið raunverulega verðmæti. En nú er ég orðin alveg agalega mikið til sjávarútvegsráðherra. En sem að drepur á svona okkur vanda eins og þetta með að taka þetta norska verð sem vandi sem að við höfum ekki að fiskur fara á markað því að Svandís var að tala um að kvótinn fara á markað að fyrningarleiðin sem að Samfylkingin var með og Viðreisn hefur alltaf staðið lagt það til að það verði boðin upp kvótinn en þarna kemur fram þessi tillaga norska viðmiðunarverðið til þess að benda á okkur megin sem það að fiskur fer ekki á markað þannig að útgerðin að selja sjálf þessu fisk og sjómenn semjum það með yfir 80% af markaðsvirði þannig að það er bara innbyggt í kerfið að 20% afsláttur á verðinu sem að leiði til lækkunar á launum sjómanna, leiði til lægra hafnagjalds, leiði til minni útsvarstekna sveitafélagana og þarfandi göttunum. Þannig að mér finnst, ég hefði frekar kosið að flokkarnir stígu einhvern veginn skrefum einhverja formbreytingar á þessu sem að leiði til meira réttlætis. En sko, hinn pólitíska raunverulega breyting er fólkin í gagnsæisfrumvarpinu sem snýst það að stjórnun og eignatengst í sjávarútvegi séu skýrari og blasi betur við og þar með talið milliverðlagning og verðmyndun og svo framvegis sem að svona að sumulítið tæknileg en mjög pólitísk og þegar ég var í þessu ráðuneyti þá var mogginn miklu stressaðri yfir því máli heldur en hækkun á veiðigjöldum sem er áhugavert að því að mogginn er ekki ótengdur útgerðinni. Sko, tíminn okkar er alveg að fara frá okkur. Mér langar, ég verð að nefna eitt í viðbót. Það er fylgi samfylkingarinnar sem rís og það er bara súperstjarna í íslenskum stjórnmálum sem er Kristrún Frostadóttir. Hvað er það? Hvers vegna er hún svona vinsæl?
að hún dregur flokkin bara upp 10%. Getið þið ímyndað ykkur? Ég held hún sé bara flink og klár. Ég meina, þetta er flottur formaður, ung og öflug kona sem er mælsk og hefur svör við öllu og svo framvegis. Ég meina, og síðan verður til svona spírall sem jákvæður og það gerir það að verkum að þau sem eru efins af einhverjum ástæðum innan samfylkingarinnar hafa sér hæg meðan að stuðið í gangi. Amerikanir segir nothing beats success. Við höfum séð þetta áður og við vitum það sem höfum fylgst með stjórnmálum lengi að það er það sem gerist, að fólk svona hefur sér hægt og hugsa bara, ok, nú gengur allt vel og þá skulum við bara leyfa þessu að gerast. Slagkrafturinn er augljóslega bara töluvert mikill og ég er fegin því meðan að það er að minnstakosti jafnaðar mennska í einhverjum undirtónum en ég hef hins vegar áhyggjur af því að mér finnst þér vera jafnaðar mennska? Það er nefnilega það, mér finnst nefnilega áhyggju umhugsunar efni að formaður samfylkingarinnar tali vinstri stefnu sem einhvers konar böl sem hún gerir bara í fundum við sína félaga. Hún er náttúrulega mörguleiti svona hægri krati og maður sér það eins og í þessum steipustöðvatillögum sem að verið er að leggja upp með hérna til þess að hagræði opinberum rekstri og allt þetta hér. Margt er bara mjög hægrisinað í því sem að kemur frá samfylkingunni núna, hvort sem er í náttúruvernd, útlendingamálum eða í öðrum af þessum þáttum en hennar formúleining hefur verið svo, já þetta eru ekki aðalmálin sko, þið viti og hérna þannig að já, en ég meina gangi henni bara vel og það er bara flott en við vitum það sem hefum fylgst með pólitík í 50 ár að það er ekki eitthvað eilíft sko, það mun breytast. Ég einhvern veginn, sko, ég held að þetta sé sko, fylgi Kristrúnar Frostadóttur frekar en einhvern veginn flokksins í heild sinni. Þetta persónu fylgi hennar, hún er, kemur mér fyrir sjónu sem er náttúrulega bráðgreind og mjög hæfileikarík og svona mjög sterkur leiðtogi. Hún kemur þannig fram, öll hennar framkoma og tjáning er svona hins sterka leiðtoga. Og það er svona hljómgrunnu fyrir það, hér á landi og eins og bara í nágrannalöndum okkar, Bandaríkjunum og víðar, sko. Það er svona eftirspurn kjósandi eftir svona hinum sterka leiðtoga. Og ég held eins og ég nefndi í upphafi þáttarins, sko, ég held að það verði áhugavert að sjá hvernig þetta þróast. Það er, og þetta hefur náttúrulega, sko, þau sögðu það í aðdraganda þingkosningana, sko, það væri mjög óheppilegt, það væri svo skammu tíma, það var ekki hægt að halda prófkjör. Ég held að það hafi verið draumastaða fyrir formann samfylkingarinnar að geta þá haft og beitt þessu valdi sínu, sko, til þess að raða inn fólki sem er þá svona hennar stefnu eða þessa innsta kjarna þóknanleg. Og líka málefnavinnan sem að fekk þá ekki síuna sem landsfundur er. Heldur var bara tengt fram, sko. Og úr verður, sko, náttúrulega svona frekar áferðar fallegur flokkur og stefnumálins lík. Þetta er svona, ég ætla nú ekki að gera en það að líka þessu við að einhver svona auglýsingaskrifstofa hafi, sko, hannað frambóðið, sko. En það er þessi munur, sko, sem ég held að muni komi í ljós á næstu árum og svona næstu 5-10 árum, sko. Það er þessi, sko, stjórnmálaflokkar verða að starfa með lýðræðislegum hætti, tel ég, sko. Sérstaklega ef þeir ætla að vera einhver svona málsmetandi og hafa, sinna, þessu málum sem það ætla að bera á borð. Það er kjarnin, það er alveg hægt, svona vinahópur, eins og bara bestiflokkurinn eitthvað getur tekið sig saman. Það er bara fallegt og getur tekið sig saman og boðið fram og hlotið kosningu og kosningarnar sjálfar auðvitað lýðræðislegar. Þetta er bara fínt, sko. En sko, svo þú ferð að gera þetta aftur og aftur og aftur, svo líða tíminn, þá getur hlutirnir orðið svolítið skrýtnir. Og ég held að það sé svona, núna eru, grunninn, það er Viðreisn, náttúrulega er ekkert svo gamall flokkur fólksins líka, þetta eru svona 2 flokkar sem er svolítið að slíta barnskonum. Og svo er þessi nýja samfylking, jafnvel þó að samfylkingin sé orðin 25 ára, eitthvað þannig, sko. Þetta er samt algjörlega nýr flokkur. Hann birtist mér, ekki eins og hann eigi eitthvað sameiginlegt með samfylkingunum sem var hérna fyrir 5 árum, sko. Þannig að það er svona þetta stóra próf, bæði, sko, hvernig þetta gengur innan þingsins og svo bara innan þessa hóps sem að stjórnmálaaflið er og svona hinga til þá
hefur formanni Samfylkingarinnar greinilega tekist að stýra þessu frekar styrkri hendi. Það er svona, það er ekki, maður sér það ekki allan svona opinberlega að það sé að sjóða upp úr einhverjum köllum, sko. Það er sagt þess að ég var að reyna að segja í Ameríku, hérna nothing beats success, það er bara ekkert sem er sterkari en velgengni. Og hún kemur hérna inn out of the blue og eru formaður stundu síðar og eru forsætisráðherra. Þetta er bara fáirt. Það er í kannski, þú veist, þegar Davíð fór inn á þing. Þetta er líka minnir á Sigmund Davíð sem var sóttur einhvers staðar, við veit ekki hvert Framsóknarflokkurinn sótt hann og svo er kosningasigur 2013 á eftir, þannig að þá mikið fylgi sem fylgir á eftir. En ríkisstjórnin er ekkert svo gömul, ég er ekki 125 ára eða eitthvað, nei 125 daga. Það er teiknum aukna verðbólgu, það er teiknum alls konar vanda sem þessi ríkisstjórn á eftir að komast í gegnum, hún eftir að komast í gegnum vorþingið og eitthvað fleira. Það er engin dæmi það í okkar heimsluta að þeir sem eru að leiða ríkisstjórn séu einhvern veginn súpervinsalir. Ég held að það komist næst í að segja sko að hvað Meloni hefur haldið hérna flugi. Kristrú fór á landsfund verkamannaflokksins í Bretlandi og faðmaði þar Keir Starmer. Hann er í stórkostlugu tjóni. Hérna 1. maí voru sveitarstjórnarkosningar þar sem verkamannaflokkurinn var held ég 50. stærsti flokkurinn. Hann er með hérna minna, hann liggur við hann sem er sambarlegt svona approval rating eða hverju tristónum eins og Bjarni Benediktsson var með. Þannig að þetta er kannski ekki endilega svona stefnan. Ég vissum að uppskriftin að stefnunni sem er svona hægri kratismi sem að Keir Starmer er með og Kristrún á mörguleyti líka, að hún sé einhvern veginn þannig að þjóðin sé bara rosa ána með þá stefnu og muni fylgja henni framundan. Einhver leyti var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn að færa þessa ríkisstjórn eitthvað. Það var komin ótrúlegu leiði hjá stóru hluta þjóðarinnar að hafa Sjálfstæðisflokki við völd. Og það er svona uppstreymi sem að En mér langar aðeins að hérna grípa boltan núna og ég veit að allir eru farin að kíkja á klukkuna að sko Kristrún líka það sem einkennir hana sem stjórnmálamann er þetta plan og það er þessi ofsalega skýra framsetning á því að ég er með plan. En býttu, með þessir auglýsingunum með stóru sleggina vextina, hvað er það gerist núna við næstu vaxtaákvörðun? Það er ekki stór sleggja þá? Nei, er þetta ekki bara okkur að kenna þeim þá úr síðustu ríkisstjórn? Það verður ekki stór sleggja sko. En sko þau eru náttúrulega, það er sannarlega rétt og þau eru ennþá að uppskera frá alls konar ákvörðunum síðustu ríkisstjórnar. Það liggur alveg fyrir og við erum ekki farin að sjá neitt í raun og veru sem þessi ríkisstjórn hefur gert en þau þakka sér það sem að hérna fyrri ríkisstjórn gerði í þessum efnum. En það sem ég vil segja sko að því að þetta er meira kannski spurningum pólitíska áferð heldur en inntak að segja bara ég er með plan og við keyrum það og ef þið fylgið mér og mínu plani þá er okkur borgið. Þá vil ég segja sem svona fúll reynslubolti að það er eiginlega aldrei í planinu það sem svo kemur upp. Hvort sem að það er sko COVID eða eldgos eða eitthvað slíkt og þá reynir á og við fundum það í síðustu ríkisstjórn sem að erindið var að mörguleyti upp urið að það var samt sem aður þannig að reynslan, þekkingin og vinnusemin gerði mjög mikið gagn þegar að koma að því að bregðast við eldgosum eða einhverju slíku flóknu að því við vissum, já nú gerum við þetta svona, nú snúum við bökum saman, við kunnum að hreyfa okkur inn í stjórnarráðinu. Einhvern tíma sagði nú reynslubolti við mig hérna árum áður að þarf eiginlega að hafa verið ráðherra til að geta verið ráðherra af því að þetta er svo furðulegar aðstæður og stundum er fólk bara einhvern veginn bara nær ekki vopnum sínum mánuðum saman með því að vera allt einu komið inn í ríkisstjórn af því að það er svo furðuleg staða. Þetta minnir á heimspekingin Mike Tyson sem sagði að allir boksarar hafa plan þangað til þeir kildir á kjaftin. Já, en þetta er svolítið, ég vildi bara nefna þetta sko af því að það er ekkit endilega í handbókinni það sem síðan kemur upp. Þá er það sveigjanleikinn, reynslan og svona þessi skilningur. Davíð Oddsson sagði þegar Sjálfstæðisflokkur og Framsókn myndu ríkisstjórn 2013 þá hafði enginn verið í ráðir allri ríkisstjórninni og þá sagði hann að það mun koma fljótt í ljós að sko, margir ráðherrar verða fljótt húsvænir. Já. En það var þá gerðist á 2013 sem var þá í fyrsta skipti frá árinu 1971 sem að það gerðist að það var alveg allir út og allir nýrir.
eins og það er núna. Eins og núna. En nú erum við með einn reyndan. Og talandi um að skipta út, við erum að fara að skipta út. Já, gerum það. Sigurður Þór og Svandís, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Og hér eftir ætlum við að líta mjög Laugardal í Íþróttasamband Íslands og forsetakjör þar komum aftur eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, komið sæl á ný. Nú ætlum við að ræða við 3 frambjóðendum til forseta Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Það Valdimar Leó Friðriksson, Magnús Ragnarsson og Brynjar Karl Sigurðsson sem áhorfendur samstöðunar vel kunnugur, eða ekki? Þú búin að koma gott? Jú. Smári, við erum hérna með 3, það vantar Olgu Bjarnadóttur. Já, hún í útlöndum og Willum Þór. Ég gekk erfiðlega að ná í hann en þeir náðu í hann að þá kom í ljós að hann fara að horfa á drengistilbila fótbolta. Erlendis þá vantar. Hann á 2 sinni sem atvinnumenn. Við letum Kilfur á það kasti að því að ef allir hefðu komið sko, þá hefðu við þurft að vera frammi. Það er ekki með fleiri stóla í henni. Þannig að við erum náleiklega í Olgu og við erum bara setna. Þetta sigurstranglegasta fólkið þá. Sem hér? Nei, sem kemur ekki sko. Nú? Já, það enginn að fara að kjósa okkur hérna sko. Nú? Akkur myndur ekki kjósa? Nei, þetta er bara, ég búinn að gera könnun á þessu. Slagurinn stendur á milli Willum og Olgu. Er það þannig, Valdimar? Ég segi hérna leiðin inn að Willum myndi ná þessu og þú í öðru seti? Ef ég ætti að giska þegar enginn að hlusta, þá myndi ég telja Willum með árs undirbúningi, sé efstur í dag. Og ég myndi giska á að ég væri næstur og Olga í 3. Er bara ein kosning eða þarf að vera með meirihluta? Það er bara ein kosning sem í raun mjög slæmt af því að forsetinn verður mögulega kosin með 29% hvað. En við stefnum að leggja fram tillögur að breyta það í fremtíðinni. En hvað er verið að kjósa? Við höfum hérna fjallað rektorskjör og biskupskjör og forsetakjör sem eru svona persónukjör og við lendum alltaf svolítið í vandræði með það hérna við rauðaborðið. Við viljum ræða málefni og eitthvað svona þess. Það er ekkert gaman að hlusta á fólk vera að mæra sjálft sig. En er eitthvað svona hérna fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þetta sem við viljum kannski ekki leggja mat á hvað þið eru hérna öflugir menn. Er verið að kjósa einhverja stefnu ef maður byrja á þér að Valdimar? Ég held að sé fyrst og fremst verið að kjósa það sem að ISÍ stendur fyrir og það sem að ISÍ stefnir að og hluti eins og þetta við höfum verið að sækja mjög fast á ríkisvaldið varðandi fjárveitingar, fastar fjárveitingar og erum að opna til dæmis afreiksmiðstöð núna á mánudaginn og það er komið tími á þjóðarhöll sem er á teikniborðinu og þannig að Já, ég held að sé áframhaldandi stefna hjá ISÍ. Það vilja allir þjóðarhöll regna ég með, þannig að það er ekki ágreiningur það? Nei, það er engin ágreiningur það og það er þá fyrst og fremst fyrir landslið í boltaíþróttunum, innanhús íþróttunum og síðan höfum við verið að sækja aukinn styrk til hérna afrekssjóðs, þá kom aukagreiðsla rúmar 100 milljónir núna í febrúar síðastlinn. Þannig ég held að þetta sé svona aðaláhersluatriði en það er að halda utan sérsamböndin og gera þeim kleift að starfa eins og Magnús þekki vel með sitt sérsamband. En er það ekki líka þannig að næsti forseti verður starfsmaður í ISÍ? Það liggur fyrir tillaga hlutastarf, launa hlutastarf. Magnús, hvað er kjóskosið? Ég held að ef það er einhverja víglínur í þessu þá er það kannski, þá þurfa kjósendur á þinginu að velja á milli þess að í rauninni exa við núverandi forystu sambandsins og kvitta þar með fyrir að sambandi sé bara á góðum stað og skipulag íþróttamála sé bara vel farið. Og Valdimar hluta því? Já, Valdimar og mögulega Olga. Olga er náttúrulega í framkvæmdastjórn ISÍ í dag og hefur verið lengi og síðan eru þeir sem að koma kannski utan að, hvort sem það eru úr grasrótunni eða annar staða frá, sem að tala fyrir breytingum á skipulaginu. Ég held að þetta sé kannski svona... Hvaða breytingu talar þú fyrir? Ég held að sko þetta er rosalega flókið, þetta skipulag íþrótta- og æskulýðsmála í landinu er allt of flókið í rauninni. Þú ert með ISÍ og Ólympíu batterið þar, síðan ertu með sérsamböndin og þú ert með íþróttahéruðin og allskyns íþróttanemndir til hliðar við þetta er síðan ÖMFÍ með allt þeirra starf og það er líka æskulýðs- og íþróttastarf sem fer fram þar. Viltu sameina þetta? Ég held að það ætti að stefna því að sameina þetta, já. Það hefur ég var að skoða gamlar tillögur á íþróttaþingi. Mér sýnir síðan 98 hefur verið unnið að því að einfalda skipulag íþróttamála með mjög litlum árangri. Kannski helsti árangur sem náðist var að það voru búin til íþrótta, hvað kallum við það? Það er nefndirnar sem eru núna 8
Já, það svæðisskrifstofur. Svæðisskrifstofur, það voru búin til 8 svæðisskrifstofur, þar sem núna 16 nýjir starfsmenn í 8 svæðum. Annar starfsmaðurinn frá UMFI og hinn frá ISI. Og þetta örugglega, þetta mun örugglega hjálpa til framtíðar, en þú veist, þetta short term, þá þetta bara ennþá meiri flækjustig. Það bara enn eitt skipulagsstigið í íþróttamálum. Og ég held að megi bara já, sko í rauninni... En þetta ekki ákvarðanir sem bara teknar í mennta- og íþróttamálaráðuneyti? Er þetta eitthvað sem ISI getur? Nei, mennta- og íþróttamálaráðuneyti, það bara hefur lítið að segja yfir frjálsum félagasamtökum. Þetta eru hvort ekki frjáls félagasamtök. Þessi óskapnaður sem skipulagið er sköpunarverk í ISI? Já, sko, menntamálaráðuneytið ítrekkað búið að óska eftir einföldun. Og það eru stjórnvöld búin að óska eftir einföldun sko í áratugi. Ekki náða árangur út á smákóngaveldi þó? Það er eitthvað lénsveldi fyrir, já. Ég ætla ekki að kalla það smákónga. Það er hugtak sem notað í svona, það er vandamál í verkalýðshreyfingu, þetta er vandamál víða. Það sé nú ekki rétt, en við mögum ekki gleyma því að það var nú UMFI sem stofnaði ISI á sín tíma, svo því sé haldið til haga strákar í kosningabaróttinni. Herðu Brynjar, þú gafst út á yfirlýsingu, þú vilt það engu breyta? Ég vil engu breyta. Það stóð í yfirlýsingunni að þú er svo ánægð með... Þú náttúrulega þekkir Sætýru betur en allir. Nú, já. Er það ekki? Þú varst með góðan húmor. Þú vilt sem breyta einhverju? Sko, ég er bara... Sko, ég er úr græsrótinni. Og Hvað, viltu vera meira á græsrótinni? Já, sko... Ég hef aldrei fengið þessa ára. Ég hef ekki skilið... Það er að spila tennis á grasi. Já, ég veit það, sko. Ég kem líka úr græsrótinni, það hefur verið vallavörður, sko. Já, en sko, strákar, hætti þessu. Ég er búinn að skrapa græsrótina sko 24/7. En ég er ekkert að keppa við það, sko. Það sem ég er í raun og bara að segja er það að ég er ekki gaur sem á að vera að bjóða mig fram. En það er bara þannig að ég er bara eins og hver annar aumingi, þú veist, sem er bara einhvern veginn sitt og er að horfa á smákóngana og horfa á fólkið svona sem á að vera í þessu að það veist, slást hluti og setja fram ákveðnar stefnur og fara í ákveðið skipulag og svo, þú veist, nýtur maður góðs af því eða ekki og svo er maður bara alltaf einhvern veginn að fussa og sveigja yfir hinn og þessu og sko, grasrótin er ekkert að skiptast ræðssu. Þetta er svo rosalega löng leið einhvern veginn að komast upp í toppin og Fílabeinsturninum. Svo er það bara þannig að ég er alltaf bara að óska eftir því að fá frið til þess að vinna vinnuna mína. Og svo þegar að þú hefur einhvers konar aðrar skoðanir á því hvernig á að gera þetta og ferða hans að rugga sko, hvernig þetta er gert, þetta óformlega félagslega taumhald sem einhvern veginn, bara eins og til dæmis í mínu tilfelli þar sem að ég var með stelpur sem voru búin að spila á móti strákum og var svo hent út á þess að þeim væru spurða sko, eða fengju lýsing á því þegar stelpur voru að spila í hinum liðunum. Og þessum tíma var ég hættur að þjálfa og dóttir mér komin inn í þetta og ég sagði bara, heyrðu, mér langar að hafa virkilega áhrif á það hvernig við sko aukum virði kvenna í þessu batteríi. Svo ferðu náttúrulega að rekast á alls konar hindranir. Það er alls konar smákóngar sem standa í vegi fyrir því að svona er þetta gert og fólk vil helst ekki standa hliðina á því að þú gerir eitthvað vel. Og það sem að mér fannst svo ótrúlegt er það að sko að íþróttayfirvöld eins og á sínum tíma KKÍ og svo seinna mér ISI hendi sér inn í það á þess að kynna sér eitt eða neitt. Og ég hugsa bara svona, já, heyrðu, þetta er aðeins áhugavert. Heyrðu, svo þegar að þeir verða uppiskroppa með ammóið að þá breytist múmindalurinn bara í, þú veist, svona einhverja svona krútlega spillingu, sko. Þetta verður bara svona partur af einhverju Goodfellas dæmi, sko. Það sem þú ert bara með alls konar hitmenn sem að taka alls konar vinnu fyrir sambandi og ég veit ekki hvað. Og þegar að núna í vetur að ISI sigar á mig og Valdimar mun alltaf sverja það af sér alveg, en samt vörðuði nú samskiptastjóran án þess að hafa kynnt ykkur hvernig hann vann skýrslunum sína. Mjög flott múf hjá okkur. Það er bara rangt hjá þér. Án þess að hafa kynnt sér vinnubröðin. Auðvitað fáið inn skýrsluna. Það er rangt. Það getur ekki allir. Það er samskiptastjóri ISI sem að gerir úttekt á þér sem þjálfara og kemst að þeirri niðurstöðu að þú sért fantur og fúlmenni. Samskiptastjóri menntamálaráðuneytisins. Já, samskiptastjóri menntamálaráðuneytisins. Sem er svona eftirlitsaðili sem að gera þessa skýrslu. Já, sem er eftirlitsaðili til að grípa inn í ofbeldismál og annað slíkt inn í íþróttahreyfinguna. Já,
sem í raun og veru pantað af íþróttahreyfingunni vegna þess að þegar MeToo fór á fullt hérna að þá vildi íþróttahreyfingin bara svo hvert annað stórfyrirtæki ekki þurfa að taka á þessu mannlega dóti og hendir þessu yfir á einhverja sálfræðinga sem eru bara einhverjar, þú veist, booksmart stelpur, konur, þú veist eins og alltaf, þessi kallar vita alveg hvað þeir eru að gera þegar láta þær hafa þessi völd, svo þeir þurfi ekki að óhrenga sig, en málið bara íþróttahreyfingin hefur þetta embætti alveg í hendi sér. Svo þegar að fer að hitna undir embættinu og menn fara að fatta það þegar að koma upp alls konar hneykslismál í kringum þetta, að þá heldur ISI áfram að notfæra sér til dæmis upplýsingarnir sem komnar þarna fram, en það sem gerist síðan það, ástæðan fyrir því ég steg fram var vegna þess að ég sakaður á einhverju myndbroti af einhverjum aðila innan hreyfingarinnar það að hafa beitt stelpu ofbeldi og niðurlagt hana og ég býð í margar vikur og leyfið þess að krasserast og ég með myndband sem þú sást og ég hendi fram sem sýndi fram á allt sem ég hafi sagt og hvernig samanburðin stráka og stelpu megin, þú sást þetta og þetta bara fellur sjálft sig á sama tíma að því að hreyfingin næri ekki að negla mig þarna að þá sigar hún þessum hitmenn á mig sem Þóra Sigfríður til þess að taka einhverja úttekt og ég fagnaði því. En það var áhugavert hún hringir í mig að hún segir, heyrðu, við ætlum að fá fulltrúa hérna inn frá ISI. En þetta ekki aðili sem á að hafa eftirlit með svona málum ekki svolítið djarft að kalla þetta hitmann eins og hann búið til þess að bregða fæti fyrir þig? Jú, að bregða fæti fyrir mig, ég ekkert sá eini sem hún búin að bregða fæti fyrir og þegar að þú tekur aðri vald sem að vera saksóknari, rannsakandi og dómari í þessu máli og fólki sem að leita til mín, nú ég náttúrulega komin aðeins lengur dýpra inn í þetta og þú byrjaðir þetta, þegar maður komin aðeins lengra inn í þetta þá snýr þetta ekkert af því hvort ég sé sekur eða saklaus. Þetta snýr það að við búum í réttaríki og fólki sem að kvarta við mig ekki að koma til mín og segja við mig, heyrðu, ég saklaus. Það að kvarta undan málsmeðferð og þessi málsmeðferð svo ótrúlega að því leyti að ég þarf að bjóða mig fram sem forseta ISI til að fá þetta plattform sem allt hitt fólkið færi. Fyrst og fremst í þessa eitthvað? Já, ég náttúrulega, það eru tvær ástæður fyrir því ég í framboði. Það út af þessu og svo náttúrulega ef að þetta fólkið sem á að stýra þessu og við erum að fara að taka inn hérna milljarða inn í þessa hreyfingu og það segjum bara að það væri vanhæft fólk eða segjum að það væri fólk sem að væri ekki heiðalegt þá þarf ég að stíga fram og ég þarf að segja í þessari baráttu fólk bara búið að tala steypu en við þurfum að átta okkur á því að það íþróttaandinn sem skiptir mestu máli í þessari baráttu og grasrótin hún nær ekki að koma fram og stíga fram í þessu ofríki vegna þess að spiltasta pólitíkin sem ég veit íþróttapólitíkin og það vegna þess að þið og ég þess að fagna í því að þið séu að bjóða okkur að koma hérna því það hefur engin áhuga á þessu og íþróttapólitíkin getur í raun og veru farið fram í einhverju ofríki og vitleysu og ætla bara headlineum á vefmiðlum að vinna vinnuna sína. Hleypa hinum að líka, en hvenær þingið? 16. og 17. maí. Það er bara stutt í þetta. Já. En þetta mál Brynjars Karls, hvað? Ég veit það ekki. Ég sendi náttúrulega frá okkur yfirlýsingu síðustu viku og hún náttúrulega algjörlega ómöguleg eins og Brynjar búin að drulla yfir mig hérna frammi. Þið voru fyrirgefa bara, ég nenni ekki að ræða þetta mál hans. Ég nenni því ekki. Þið voru búin að hérna frammi. Þú vilt ekki ræða við mig in person en þú vilt senda á mig yfirlýsingar. Vel gert. En eitthvað... þetta kannski þess að snúnasta mál sem að verið? Nei, það eru fleiri mál sem hafa farið fyrir samskiptafulltrúa og alvarlegri mál sem að hún hefur átt í að leysa úr. Þannig að þetta ekkert eina málið. Nei. Ég tel að hún sé að vinna gott starf og hennar samstarfsfólk, það ekki spurning. Þú veist ekkert það, þú hefur ekkert kynnt þér þetta. Þú hefur ekkert kynnt þér þetta. Ég hef farið með tvö mál þangan blessaðar hættu þessu maður. Ég hef farið með mál þangað. Þú vilt ekki eins og ræða við mig, ég get sest niður með þér og sýnt þér þetta. Ég hef fengið lausn á málum þarna, mjög faglega unnið. Já, en það þýðir ekki það að öll önnur mál séu unnin vel. Það mjög einföld nálgun. En byrju þessi samskipta fulltrúi að vegum menntamálaráðuneytis. Já. Og ef ég ætla að leita mér réttar míns af því að ég saka ISI að bara vera að vinna gegn okkur, veistu hver ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu? Það dóttir Lárusar Blöndal, forseta ISI. Hvaða mafíósa stönd þetta?
Þannig að það stóð í yfirlýsingunni. Þetta kalla okkur mafjósa. Já, þetta er mafjósa. Gættu orðaðinnan, drengur. Nei, ég ætla að kalla þetta mafíu allan daginn vegna þess að þegar að ég stíg fram og byrja að tala um þetta og að verja mig, að þá kemur forseti DSÍ og segir að ég að fara með þetta á réttan stað sem menntamálaráðuneytið, þar sem dóttir hans mun taka á móti mig. En varðandi svona sömu þekkja sögu Brynjars Karls og íþróttafélagsins Aþenu og forsögu þess og verður gefið engin myndum ásluðis og sömuleiðis snýst þetta um það að hann vill gera þetta með sínu lagi með einhverjum hætti. Getur ekki íþróttahreyfingin verið þannig að það sé rúm fyrir mann eins og Brynjar Karl eða? Sko, þetta leiðin að fara þegar fólk kvartar undan aðferðum þjálfara, orðbragði og svo framvegis. Og það samskiptastjóri sem er búinn að taka á því máli og birta sína niðurstöðu. Með 6 nafnlausum einstaklingum. Og ég get ekki einu sinni brugðist við þessu. Það töluvert af fólki sem þorir ekki að koma fram og hvers vegna skildi það vera, Brynjar? Hvers vegna skildi það vera? Af því að ég mun verja mig og ég mun segja sannleikann. En það ekkert svo óvanalegt að svona mál séu tekin fyrir þess að fólk kemur nafnlaust og getur tjáð sig. Best væri náttúrulega fyrir báða aðilar að það yrði samvinna þarna á milli samskiptafulltrúa Brynjars til þess að finna einhverja lausn á þessu máli. Sko, já, Magnús hjá okkur líka. Ég svo heppinn að ég stend algjörlega fyrir utan þessa deilu og það eiginlega sorglegt sko ef að íþróttaþing þarf að snúast þetta því ég veit að Brynjar í framboði til þess að stíga í pontu þar og tala. Hann í rauninni, ég held þú sért ekki í framboði í alvörunni, þú náttúrulega búin að lýsa við stuðningi við Willum, það komið kosningabandalag þar. Ég bara sko, ég geri mig grein fyrir því að ég dálítið að labba inn í sko ljónabúrið sko. En það aldrei að vita sko. Vegna þess að ef ég vinn þess að vinnu vel og sýni fram á þetta, að þá get ég bara orðið fórsetinn. Þá get ég orðið fórsetinn. Finnst þið líklegt að íþróttahreyfingin kjósi sem formann eða forseta mann sem hefur fengið á sig úrskurð samskiptastjóra að vera ofbeldismaður? Hún hefur ekki beint kallað mig ofbeldismann, hún hefur kallað mig köldleiðtoga eiginlega sko, sem felur óbeint í sér að ég sé sem sagt ofbeldismaður og það eru bara alls konar hlutir sem að munu koma fram á næstinni, sem munu sýna bara fram á það hversu, þú veist, illa þetta og ég meina, þú veist, ég er skítugur núna en við sjáum til hvað gerist á morgun. Magnús, þið eiginlega af þessum 5 einu sem svona kom alveg utanfrá. Willum náttúrulega búin að ekki verið innan í þessi, ég er náttúrulega mjög vel þekktur fyrir störf sín fyrir íþróttahreyfinguna. Jú. KSÍ maður. KSÍ maður í rauninni og þó að einhver hluti vegna þess sundsambandi sem að styður hann til formans, ég veit ekki hvað það er en við erum svona komum úr grasrótinni við tveir þó að hann sé meira á grasrótinu eða einhverjum. Þú varst að útskýra af hverju Brynjar var í framboði, af hverju þú í framboði? Af því að mér finnst bara þessi hreyfing alveg gríðarlega spennandi. Þetta er náttúrulega stærsta fjöldahreyfing og sjálfboðilega hreyfing landsins. Og hún á einhvern stað sem er ótrúlega spennandi. Mér finnst einhvern veginn að íþróttahreyfingin, við erum ekki sammála við Brynjar hér, hún sé búin að taka sér hlutverk sem að áður var sko tilheyrði menntakerfinu. Þarna það sem að ungt fólk... Ekki veist þetta að leggja mér orðið í munn svona en áfram. Við áttum símtala þetta. Já, þú misskildir það, ég sagði það er þarna sem að sko æskan lærir að árangur fylgir ástundun. Það eru á lífsleiðinni verður fyrir áföllum, þú mun tapa hlutum, þú mun sigra hluti og þetta eru hluti sem mér finnst einhvern veginn að menntakerfið sé búið að víkja sér undan að einhverju leyti. Af því að það bara ríkir einhver jafnaðarstefna og afreksfólkið í menntakerfinu, það fær sífellt minni og minni athygli. Það fær hins vegar meira og meiri athygli sko innan íþróttahreyfingarinnar. Íþróttahreyfingin einhverju leyti er hún brennd sama marki að það hefur svona færst svona jafnaðar stefna yfir mikið af starfinu. En þetta eru 2 hlutir. Það afreksstarfið sem að gengur ótrúlega vel og síðan þetta æskulíðstarf og þetta uppeldisstarf. En afreksstarfi á Íslandi, hreyfingin hefur ótrúlega sess hérna. Hugsið ykkur að síðustu árum þá erum við vön því að vera með lið í úrslitum í Evrópumeistaramótinu í handbolta, í körfubolta og í fótbolta. Sum árin erum í öllum keppnunum og hina þjóðirnar sem gera þetta eru kannski Frakkland, Þýskaland og Spánn. Þetta er nú kannski tímabil sem liðið svolítið hjá okkur.
Jæja. Það er ekki líklegt að þetta sé í hendi. ekki og aldrei færri ólympíuleikunum en síðast. Ekki alla framtíð, en við höfum átt svona ár, ekki satt. Og hvers virði er þetta fyrir ímynd þjóðar að sko, við verðum fyrir vonbrigðum ef við töpum fyrir Frakklandi eða Króatíu eða einhverjum risum. Þetta er alveg gríðarlega samofið okkar vitund, okkar ímynd og mér finnst mjög spennandi bara hvert þessi hreyfing ætlar á næstu árum. Þannig að þetta stilla íþróttahreyfinguna á móti skólakerfinu sem hefur verið spilt af jafnaðarmennsku og gerir aumingja á krökkunum okkar og við verðum að efla baráttuandann og segluna í íþróttahreyfingunni. Þetta var ljómandi summary af því sem ég var að segja. Því þú nefndir jafnaðarmennsku sem ágalla. Já, sko, ég hef nefnt stundum. Og þú ert sjálfstæðismaður, þú starfað fyrir sjálfstæðismaður. Hárrétt. Þetta voru mistök. Nei, en sko ég hef nefnt í þessu samhengi að ég á 2 drengi. Þeir eru báðir komin núna vel á 30-aldur. En þeirra uppeldi fór jafn mikið fram á Víkingsvöllunum eins og í Fossvogsskóla. Og á Víkingsvöllunum þá fundu þeir sko miklu betur fyrirmyndir og leiðtogar sem að gögnuðust þeim áfram í lífinu heldur við fengu í skólanum. Þannig að mér finnst þetta hlutverk íþróttahreyfingarinnar er gríðarlega stórt. En hefur einhvern ótta að þetta verði svipað á skólakerfið að menn fái bara verðlaun fyrir mætingu og er það sem að ég bara er að reyna að átta mig? Já, hvað drífur þið áfram? Ég skil hvað þú ert að fara. Nei, ég óttast þetta ekki, en ég vil ekki reynda sko, ég vil að afreksstarfi haldi áfram á þess að þurfa eitthvað að skamma sín fyrir afreksstarf. Það er ekki til þess að skamma sín fyrir. Að reyna að sko vera... Ég hef sko verið næst í tekin að lífi fyrir það að vera sko haldið að ég sé í afreksstarfi. Þannig að þú að labba hérna inn og byrja að tala eitthvað svona bara hyperbole hluti. Ef þú verður að finna á grasrótinni, þá myndir koma mín megin og þú myndir fara að segja hérna, heyrðu, við þurfum bara að taka kúltúrin í gegn. Þú átt ekki breyki innan kúltúr þó þú mætir með einhverja voðalega flottar pælingar og eitthvað og svo ertu bara með einhverja samskiptastjóra. Ég vil að segja eitthvað þig, samskiptastjórin til dæmis, ef við myndi heyra það sem þú ert að tala varandi það bara að börnin fái uppeldi á Víkingsvellinum, hún myndi setja rosalegt red flag við það. Já, það var henni velkomið að gera það. Já, en þetta sem ég er að segja. Svo ertu með félög þarna úti, þú veist, ég er að fá þjálfara til mín í sko 21 árs landsliðum þar sem að foreldrar að hringja vegna spilatíma. Þú veist, það er stríðsástand hjá öllum þeim sem ætla sko, því að sko ég hyllist ekki afreksmenn, sko, ég hyllist það sem kallast eljustefna, þannig að þú stiltir þessu upp í einhverju svona línu, sko, þar sem þetta væri æskulíðs og svo er afreks, en svo ertu með þriðja dimensjónið þarna sem er sko eljustefna sem gengur í raun og bara út á það að efla sko börnin í gegnum íþróttir, burt séð frá því og þetta þarf ekkert annað hvort að vera bara þú ætlar að vera atvinnumaður eða þú ætlar bara að vera í einhverju svona hobby. Þetta gengur líka og ég sammálaði með því. Já, ég er alveg sammála þessu. En málið er bara það að þú ætlar að fara í sko operational level sem er þjálfarnir á sko í grasrótinni að ég skal sko þeir syngja allir með mér, þeir tala það að það er ekki vinnandi vegur að ætla að vera með einhvers konar eljustarf eða einhvers konar aga eða eitthvað svoleiðis vegna þess að íþróttafélögin eru í gíslingu foreldra og stefna félagana, við vitum ekkert hvað þessi félög oft standa fyrir. Svo er bara einhver svona vókuð stemning sem bara sko einhvern veginn ætlar bara að hakka allt í sig þegar það verður einhvers konar, já hvað var maður að segja, ágreiningur til dæmis það hvort að það eigi að vera með fleiri æfingar eða hvort að eigi að disciplina krakkan og svo framvegis. Akkur haldi þetta vesens upp í Breiðholtsskóla. Þú veist, og það er nákvæmlega sem þú ert að tala ég er sammála því. En sko hvernig ætlum við að gera þetta? Vegna þess að sko ég er studdur af þjálfurum sem eru aumingjar eins og ég, sem þori ekki að stíga fram og þori ekki að takast á þessu, vegna þess að þú ert étinn af fræða fólki til dæmis sem hefur enga reynslu á jörðinni. En sko við erum mjög lánsöm því að sko krakkarnir okkar frá mjög ungum aldri, þá fáðu alvöru þjálfun. Það er sko, þú þarft ekki að fara langt, þú fer bara til Svíþjóðar eða Noregs, það er sko uppeldið í þessum 7., 7., 5., 4. flokki, það er bara foreldrar sem er að þjálfa liðin og hérna fá krakkarnir okkar alveg ótrúlega... Þetta er bara ekki svona. Er þetta ekki svona? Nei, munurinn er sá, ef þú ætlar að vera að bera þig saman við Norðurlandaþjóðir, eins og til dæmis Noreg, það sem er rosa mikið af foreldrar sem gera þetta, sko þá ertu náttúrulega bara... Eitt foreldri er nú bara fyrir í dómsal. Já, en svo ertu með foreldra sem að þú ætlar að vera að bera þig við það, bera þig sem sagt saman við Norðurlöndin,
þú veist, hvað með öll önnur lönd, þú veist, það þýðir ekkert að fara í það og segja bara já, við stöndum samanburð þar, það sem að við stöndum rosalega vel að vígi öll steypan. Þú veist, við erum með mannvirkin og það eru menntaðir þjálfarar þarna úti, skilurðu, en stemningin alveg ótrúlega. Ég sammála að leiðin frá því lagi upp í efstu Valdimar, þeir eru báðir að vísa í eitthvað sem við þekkjum úr umræðinni að það við séum ekki ala nógu mikla siglu upp í börnunum okkar. Við þekkjum það líka bara fréttum og svona foreldrónum á hliðalínunni sem að kannski þekktust ekkert svo mikið fyrir 20-30 árum síðan. Þetta vandamál í íþróttahreyfingunni svona undanlátssemi gagnvart foreldrunum stundum? Nei, það skiptir ekki barninu mínu inn á? Nei, það held ég nú ekki, en við höfum náttúrulega lagt áherslu á menntun þjálfara og allir þjálfarar séu menntaðir. Náttúrulega oft í stórum hópum þá þarftu kannski aðeins yngri aðstoðarþjálfara en ég bara velta hvort að kúltúrin sé að breytast. Hugmyndir okkar börnin okkar, það að breytast og þarf íþróttahreyfingin að breytast við því með einhverjum hætti? Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir hann alla varðandi það, en allavega á síðustu árum þá að menn tekið það í gegn að vera með menntaða þjálfara sem hafa þekking og reynslu til þess að stýra þeim, þannig að foreldrar ekki að stýra þessu beint. Nei, en þeir eru oft til vandræða, eða ekki? Jú, alveg örugglega. Ég hef nefnt að vera ámyndur sem foreldri á hliðarlínu, en eftir að ég tók dómaraskírteini þá var ég nú til friðs. Já. En varðandi vera að tala mafíu og spillingu og við þekkjum það bara í umræðum íþróttahreyfingur út allan heim að þetta oft spilling í kringum þetta. Við þekkjum þetta líka bara úr íslensku íþróttastarfi. Ég man eftir að landsliðsþjálfarinn í handbolta, hann setti bann á það að landsliðsnefndin sem eitthvað svona einhver hópur úr toppnum megi koma og drekka á svæðinu. Sem að manni hugsaði að býta hvað ekki búið að eyða þessu. Ég í blaðamennskunni og þetta var eitt út úr blaðamennskunni bara 1988 held ég. En þarna eru einhverju kallar sem að fylgja landsliðinu og eru bara einhverju fyllir í á meðan liðir í móti. Þetta vandamál í hreyfingunni? Nei. Ertu að spyrja hvort að ISI og MFI sé mafía? Það náttúrulega bara helvítis kjaftaði. Ég var að vísa í það sem var að segja sem það. Mafíuleikfræði. Það sé eitthvað lag þarna ofan á, eitthvað svona köllum sem að hafa það fínt. Nei, við erum bara að reyna að gera okkar besta og ég sjálfboðaliði semst í stjórn með yfir 30 ára reynslu og ég að miðla semst af henni og það sem ég hef sem starf það að ég að starfa fyrir Taekwondo-sambandið og semst hef svolítið verið að fara inn í sénsambönd þar sem að hafa verið átök og semst, koma hreinlega á friði, þar og borðtennis og víðar. Það ekkert þarna sem heitir mafía. Varðandi Ólympíuleikana þá stefnum við náttúrulega miklu fleiri heldur en 4 eins og var síðast, því miður allt of fáir. En við stefnum aldeilis fyrir að rífa fólku upp og við til dæmis hjá Taekwondo-sambandinu erum komin með samninga við 3 einstaklinga sem að stefna á að fara út. Þannig að þetta verður, ég veit ekki, 25 manns eitthvað svoleiðis, væntanlega næst. Já, skiptir miklu af handboltaliði. Já, að sjálfsögðu, það rétt reikna hjá þér, það náttúrulega grunnurinn að þessu og gerir þetta náttúrulega líka miklu skemmtilegra að hafa þá með. En Valdimar, við heyrum að það svona átök við borðið. Það út af Brynjari Karli, persónulega? Eru átökin í íþróttahreyfingunni? Akkur gengst ekki við því? Ég er ekki átökum veitnaður þetta. Akkur þarf alltaf að draga alltaf þér? Þú ert svo mikið fórnarlamb, Brynjar. Nei, fórnarlamb myndi fara heim til sín og væla. Þeir sem eru valdeftir, þeir mæta og bara feysa gerandan. Ég er ekki neinum átökum við þennan mann og hef engan áhuga á því. En eru átök í hreyfingunni? Í hreyfingunni? Það er bara að vera í svona stóri hreyfingu. Já, átök sem að hafa verið, það er þá fyrst og fremst óánægja KSÍ með að fá ekki styrkjur afrekssjóði. Það hefur verið svona þegjandi samkomulag þar í áratugi vegna þess hvað þeir eru vel styrktir að Evrópusamtökum. En það er í fyrsta sinn núna í febrúar sem við útlutum undir þeirra 25 milljón króna styrk í afrekssstarf. En það er alltaf átök þannig að mennum finnst þeir aldrei fá nóg. Þess vegna hefur við verið að vinna í því skipulega síðust 3 árin að fá meira fjármagn frá ríki og síðan þurfum við náttúrulega með meira fjármagn frá sveitarfélögum, beint í félagana. Ég kom á sín tíma að samningi 98 fyrir afturöldingu þar sem sveitarfélagið gerir þjónustusamning. Það var 2,5 milljón þá. Nýjasti samningurinn í dag er 150 milljónir og mér finnst það skipta mjög miklu máli fyrir grasrótina að öll sveitarfélög gerir þetta.
Herðu, Brynjar kemur með svona smá farangur inn í þessar kosningar. Þú kemur með svolítið farangur líka. Þú ert í fréttunum fyrir að þú ert framkvæmdastjóri Virðingar sem til rannsóknar að vera gult stéttarfélag. Já, ég ekki framkvæmdastjóri þar. En þú varst það? Þú varst það. Ég fekk ráðningarsamning á, ég þáði aldrei neinn laun og ég ekki að starfa þar. Það er nú típist fyrir þau að borga ekki laun. Er þetta ekki félag sem eiginlega búið til í kringu það að borga fólki ekki laun? Sko, ég kom, það er fínt að fá tækifæri að leiða þetta. Ég kom ekkert að stofnuninni. Ég kem nokkru mánuðir seinna. Sem maður með reynslu, ég hef unnið mikið í verkalýðsbaráttunni og þar á meðal 12 ár fyrir Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Já, alveg. Þannig en félagið hafi ekki efna á að greiða laun og þar lendi hafi ég ekki efna á að vera, þannig ég hættur þar. Og ég ítreka það, ég kom ekkert að stofnuninni, það stofnunin sem til rannsóknar fyrst og fremst. Sérðu eftir því að hafa þegið þetta starfi eða íhugað, ég veit ekki hvað orðað þegar þú varst raunverulega ekki? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Þannig þau finnst ekkert verra að hafa tengst virðingu? Ég vil heldur ekki orða það þannig. Nei, en hvernig þá? Já, mér finnst gaman að starfa í verkalýðshreyfingunni en ég átti vona á kannski að þetta félag myndi vaksa hraðar og verða öflugra heldur en það í dag. Þannig ég hefði hreinlega ekki efna á því að halda því starfi. Herru, en við erum að tala afreksstarfi líka. Núna Vésteinn Hafsteinsson, starfsmaður ISÍ. Já. Starfsmaður að hálfu leyti ráðuneytis. Hann brúinn á milli ráðuneytis íþróttamála og svo ISÍ. En svo gerir staði í gær að Þórir Hergeirsson gerir samning við HSÍ að vera til aðstoðar við landsliðin okkar. Þetta lítur að vera mjög jákvætt. Þetta alveg frábært. Þetta síðursælast í handboltaþjálfari í veröldinni. Já, akkurat. Já, hann í 30% starfi núna hjá HSÍ. Já, ég segist alltaf við 100%. Já, 30% laun. Já, 100% framlag. Já, akkurat. Já, sama hvað verður, en þetta lítur að vera svona gaman að þessu. Já, mjög. Hann kemur með mjög gott input þarna, þannig að þetta virkilega spennandi. Hvernig líst þér á þessa afreksþjálfara? Ég hef bara takmarkaðan áhuga á þessari afreksþjálfun, sko. Haldi aldrei ég sé einhver afreksþjálfari, ég að vinna með börn upp í Breiðholti sem að sko ef að umhverfið þar verður ekki betra, far aldrei að taka þátt í þessu afreksstarfi sem er verið að búa til, þannig að já. En það samt heimur fyrir utan þetta sem þú ert að gera. Við erum bara að tala sko landsliðin okkar eða svo við fylgjumst með landsliðunum okkar og ef við erum að koma þarna inn sko sigursæll þjálfari til aðstoðar, það hlýtur að vera svona fögnuður í íþróttahreyfingunni við það að fá að njóta krafta hans. Já, ég bara, eins og ég segi, ég bara með fangið fullt í því að berja að mér alls konar ásakanir og reyna að keyra þetta félag hérna upp yfir. Þannig að ég bara svolítið það er bara dálítið mikið þurft að einbeita mér í því og ég auðvitað fagna ég því að góður þjálfari fer einhverstað til starfa. Ég bara segja það, ég hef ekki áhuga á afreksstarfinu. Skilur, alveg eins og þú værir að spyrja mig bara hvort ég hefði áhuga á laxveiði eða eitthvað svoleiðis. Ég hef bara ekkert þetta að segja. Þetta er ekki, þó að ég sé í íþróttum, þá þarf ég ekki að hafa áhuga á afreksstarfi. Ég myndi til dæmis ekki vilja að börnin mín yrðu atvinnumenn í íþróttum eins og staðan í dag. Það er ekki eftirsóknarvert. Það er ekki eftirsóknarvert. Eitt hlutverk hefur maður bara aðeins bakkað því út að nefna Breiðholtið. Ég held að íþróttahreyfingin hafi alveg gríðarlegt hlutverk í inngildingu þegar kemur að innflytjendum og öðrum. Ég er eiginlega viss að íþróttafélögin þau vinna betra starf þar. Ertu viss það? Heldur en skólinn. Ertu viss það? Ég hef nefnilega heyrt það meðal annars frá Breiðholti að til dæmis í hópa íþróttunum að þá upplifi innflytjendabörn að þessi ekki velkomin eins og skiljanlegt að þau eru svona að ganga inn í einhvern annan kultúr. Borgaryfirvöld hafa sömuleiðis tekið undir þetta með því að ýta undir þá einstaklingsíþróttir sem eru þá líklegri. Það er eitt tæknilegt atriði með þetta að það var gefin út skýrsla fyrir nokkrum árum varðandi Breiðholtið og þar kom í ljós áhugi hvað maður kalla nýbúa á sem sagt einstaklingsíþróttum, badminton, borðtennis og við fórum með þegar ég var að vinna fyrir borðtennissambandi fyrir 4 árum upp eftir og héldum sem sagt fjölskyldu kynningu og það var skapast æfingar. Þannig að þau virðast sækja svolítið meira í það
En það sem ég var að segja, það gæti verið vegna þess að þú ert ekki velkominn þú mætir á æfingu þar sem að sko kúltúrin allur mótaður fyrir. Þannig að því að þú ert að tala inngildingu sem væri þá hæfni félagana til þess að hafa opinn faðm fyrir hvernig svo sem þú ert. Já, það af sjálfsögðu alveg möguleiki. Allavega mín tilfinning annars vegar þekkjaður kannski hinar íþróttirnar betur og þar á meðal taekwondo sem þau koma töluvert í. Eða þá að það betra hreinlega fyrir þau að aðlagast í einstakling sem síðan eftir með eins og Akranesi þegar koma ekki frá Palestínu nokkra einstæða maður fyrir einhverjum 15 árum. Þeir smella beint inn í knattspyrnuna og það náttúrulega bara heilagt á Akranesi. Það líka mikill munur að starfa í bæjarfélögum út á landi heldur en í Reykjavík. Af því að sko bæjarfélögum út á landi þau styðja öll sín félög en í Reykjavík hver höndin upp á móti annarri og þar virðast menn ekki ná saman neitt annað heldur en bara að tryggja sko einangun og póstnúmerum. En sko ég ekki með neina rannsóknir, ég veit ekki neina tölur í þessu, en ég myndi halda að íþróttahreyfingin sko gæti sinnt á betra hlutverki þarna. Ég veit bara í tennissambandinu, það eru innflytjendur sem eru allar stjórnundan þar, eða börn innflytjenda. Það eru tvær indverskar stúlkur sem spila Íslendingar ekki tennis. Það eru læknar sem lærðu í Svíþjóð og fólk sem hefur búið í Bandaríkjunum. Nei, það er mjög útlensk íþrótt, það er alveg rétt. En þar eru það þessi fyrstu kynslóðar Íslendingar sem sko skara fram úr í dag. Þannig að þeim hefur verið mjög vel tekið þar og vel nærð. Ég dundaði mig við það í ykkur ár, ég hættur því, að skoða liðin hjá Leikni, að leita að innflytjendalöfnum. Og mér fannst það, komir alltaf óvart hvað það gekk seint og ég hafði reiknað með að bara 2005 væri þetta orðið. Ég held að þessi 80% af krökkunum eru innflytjendabörn. Ég er búin að vera hérna í 3 ár og þetta lítur einfaldlega þannig út sko að við erum með sko 3 hópa, við erum með krakkar sem eru með fjárhagslegan og félagslegan stuðning, svo eru krakkar sem eru ekki með fjárhagslegan stuðning og félagslegan stuðning og svo er stór hópur sem hefur hvorki fjárhagslegan né félagslegan stuðning og þessi hópur sko, hann þorir ekki eins og að mæta inn á æfingarnar og það er ekkert verið að gera í því. Þannig að það sem ég geri til dæmis er það við erum bara tilbúið með skó í öllum stærðum. Við erum með búninga í öllum stærðum, þannig að leiðu átt komin inn að þá ertu einhvern veginn gripinn þannig. Það er ekki hægt að ná í þess að krakka beint. Það sem hefur verið að gera svona 3. ári hjá okkur er það sko að krakkarnir hafa verið að koma með krakkana. Og þegar þú ert með svona alls konar svona vasa hér og þar með, þú ert með Filipínu og svo ertu með Pólverjana og að þá er enginn einn staður þar sem getur komið og svo lendum við bara í því að borgaryfirvöld og íþróttahreyfingin, hún hefur ekkert með þetta að gera vegna þess að hverfið hefur enga rödd og það er það sem er svo áhugavert. Svo mæta menn bara og eru með alls konar yfirlýsingar og tyllidögum það sko hvernig staðan er og hvað þurfum að gera og svo mæta menn hérna einhverju rosalegum pólitískum ræðum með það hvað íþróttahreyfingin geti gert og whatever. Svo er ég þarna upp frá. Og ég er bara á jörðinni og ég er bara búinn að ná árangri. Við verðum sérlega með 130 stelpur í hverfi sem var kannski með 17% þátttöku stúlkna. Og það er bara, þú veist, og það er engin stuðningur og eiginlega er raunveru verið að sáldra hindrunum fyrir framan okkur. Og það er vegna þess að þú verður, ef þú alltaf, sko, við gefum ykkur uppskrift af þessu. Þú ferð inn í eitthvað svona hverfi og þú hugsa með þér, hvernig á ég að fá plattform til að láta heyra í mér? Fullt af fólki kemur til mín og segir, já, þú þarft að vera rosalega diplómatísku Brynja til að fara þarna inn. Það er enginn að fara að hlusta á því. Þú þarft að koma þarna, olnboga þig áfram, láta þetta lið heyra það. Þannig að þú fáir bara sko frið eða fáir bara njóta sammælis eða fáir bara sama og hverfið til dæmis hliðin á þér. Því að nú er Breiðholtið sko 109 og 111 og þegar ég kom þarna inn þá voru 456 krakkar að stunda íþróttir í 2 jafn stórum hverfum. Þá voru 23 sem komu úr 10.000 manna hverfi 111. Þannig að sko að fólk ætla að fara, þú veist, og þetta er alltaf svona, menn komi inn með því líkar pælingar sko. Og hver heldur, sko, ég er búin að starfa launalaust í þessu, ég er stærsti sponsorinn fyrir félagið og hérna, ef ég væri ekki að gera það, og ég er alltaf að ímynda mér það, ég væri bara einhver svona yngri flokkaþjálfari með gott hjarta sem langar að fara inn og láta gott að mig leiða, ég ætti snowballs chance in hell að gera eitthvað. Það er zero stuðningur. Þetta er mesti skrípaleikur sem ég hef nokkuð tíma heyrt þegar íþróttahreyfingin og borgaryfirvöld þykjast vera að vinna með þessu. Þau eru að vinna á móti þessu ef eitthvað er.
En þú veist, þarna er sérsamböndin að beita sér, bara í útbreiðslu á sínu sporti. Mér finnst aðdánavert, Andrei Agassi, sem svo ég vitni nú í mína íþrótt tennisin, Andrei Agassi, hann vinnur mikið fyrir svona inner city tennis í Bandaríkjunum og hann gefur mikið af peningum og gefur mikið af búnaði og bara þú veist, þetta hans verkefni í lífinu eftir hann hætti að keppa. Og hann sko lýsti þessu þannig að hann gerir þetta af því að hans sko stærstu áhyggjur eru að besti tennisleikari í heimi eignist aldrei spaða. Mér finnst þetta mjög góð sko hugmyndafræði. Þú verður að búa til tækifærin. En þegar þú talar inngildingu, þá þetta sko málið það. Ég með stelpu 12 ára gamla frá hérna landi, fætt uppalinn og þegar hún kemur inn og við loksins náum henni inn, hún ekki efnileg í íþróttum, bara síður en svo og við erum að hvetja hana til þess að koma og taka þátt í þessu, þá komst það því að ég get ekki haft samræðum við hana á íslensku. Og svo fyrir ég að hugsa sko, ef það verið að gefa afslátt til dæmis í skólanum í kring, af því að það hlýtur að vera, sko, hún hlýtur að vera að fá afslátt af því að hún ekki, sko, hún bráðvel gefin. Þannig að einhvern afslátt hún að fá þarna. Þetta ekki endilega afsláttur, það staðan upp í Breiðholti þannig að þegar það... Þú skilur hvað að manna? Fyrir 20 árum að þá hefði hún farið út á skólalóðina og það verður íslenska skólalóðinni. En nú orðnir svo margir innflytjendur þarna að það ekki töluð íslenska skólalóðin nema litlu leyti. Þannig að það sem átómatískt gerðist, þar sem að þú ríkt í að læra tungumáli ekki lengur. Og þetta bara orðið líka á við Íslendinga sem að fara til Frakklands. Sá sem að fór til Frakklands fyrir 40 árum, hann bara varð að læra fransku til þess að geta bara borðað. Já, hvernig heldur þú? En það bara ekki lengur. Þannig að gera kröfum að skólinn bara allt í einu breytist og mæti svona stórkostlegum samfélagsbreytingum, minnst að einhver leiti svona ósætt. Það bara staða sem við erum með. Það sem ég að tala er bara einfallega það. Kannski verður þú bara að tala íslensku og ensku. Já, og það alltaf, og við gerum það. En það sem ég bara að segja, hvernig aukum við virði þessara stúlku, þú veist, félagslega, faglega, þú veist, og andlega, þannig að hún hvað, svo verður hún 16, verður 17, hún að fara að skipta skóla, þá að fara að velja, þú veist, það einhver landslið í boði, hún verður alls þar eftir, það sem ég að tala Þú veist, ég bara að tala það bara hópur af fólki, en þess að jafnrétti í mínum huga gengur út af það að krakkar fái sömu tækifæri. Við verðum með eitt sem tómstundastyrkur sem hjá sveitarfélögunum og það eru rannsóknir sem hafa sýnt það að hann minnst notaður, minnst brottfallið af honum upp í Breiðholti. Og það vegna þess að hann dugar kannski fyrir æfingagjöldunum en þegar ég mæti þá þarf ég að eiga tennisbaði á þér og ég þarf að eiga þennan hvíta búning og alltaf að skipta belti sko. Þannig að það kostar og svo eru æfingar og svo eru pollamót og það bara ómikill kostnaður í kringum það. Þannig að sko, krakkar sem koma af heiminu sem litla getur til fjárhagslegs stuðnings, að þau bara ekki velkomin í íþróttahreyfinguna. Það má kannski orða það þannig þó það sé nú ekki ætlunin en á sínum tíma þegar við vildum aukin stuðning frá sveitarfélögum þá var þetta það sem gekk í pólitíkusuna. Það var að fá þennan frístundastyrk sem mjög gott, dugar að sjálfsögðu ekki allstaðar en sko sjálfsögðu kostar þetta allt saman en við gerðum það knattspyrnu afturlík á sínum tíma að við sirkuðum út einstaklingar sem greinilega höfðu gefni og voru á flosnu og fórum til Rauða krossins og fengum þar stuðning. En það voru ekki alltaf foreldrarnir sem voru tilbúin að samþykkja þiggja slíkt. Þannig að það eru til leiðir ef að þjálfarar eru vakandi fyrir því hver á flosnu upp út af kostnaði og svo framvegis. En svo má líka nota tómstundastyrkin í annað heldur en íþróttir, þannig að ef þú ert að skoða þátttöku barna út frá tómstundastyrknum Ég geti það sömu sögu tónlistarnámi því að það ekki nóg að borga námið, þú ert að eiga fiðluna og trompetin. Og hvað svo? Segjum til dæmis að þú lifir í tónlistarnámi og íþróttum. Það ekki séns, ekki fyrir fátækum heimilum. Og sem að náttúrulega sem að samfélagið hlýtur að þurfa að velta fyrir sér, eins og þú ert að benda á og þið eru allir að benda á. Þetta náttúrulega mikilvægur hluti bara til þess að tilheyra samfélaginu, þetta mikilvægur hluti í þroska. Þó ég hafði vel svona verið laus við skipulegar íþróttir. Jú. Varstu í óskipulegum íþróttum? Já, það var út á skólalóð. Ég mætti á eina æfingu í körfubolta Akranes í 74 og í lok tímans þá bað þjálfarinn að vera ekkert að mæta meira því ég var alltaf að snerta náungan. Þá hélt ég að vera handboltavörnin sko. Já. Þannig að þar með það upptalið. Við höfum þannig reynslu körfubolta líka bröðirnir. Það var svona vinnufélagar á Dieða á sínum tíma. Það var einn sem var Tutti. Já,
En það verður kosið hvenær? Það er 17. mæ. 17. og það er bara sá sem að fær flest, sá sem er fyrstur í mark, hann vinnur. Það gæti verið formaður sem er með undir 30% stuðning. Mjög líklegt því miður. Við verðum að fara að ljúka þessu. Þetta er hérna búið að vera forvitnilegt, ekki allir alveg sammála. En hérna Brynja Karl, Magnús og Valdimar Leó, takk ykkur kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og að venju sýtum við aðeins eftir. Já, gestirnir okkar farnir, 3 af 5 frambjóðendum til forseta íþrótta og Ólympíusambands Íslands. Já. Og svo vorum við líka góða gestir hérna undan. Já, gömlu ríkisstjórnina. Já, en hérna, við byrjum á þeim hérna sem voru áðan. Það voru átök hérna. Það var mikið svona átök. Gnýsti á milli Valdimars og Brynjarskals. Já, Valdimar eiginlega kaus að segja sem minnst. Já.
þeir höfðu víst trappað af sér hérna frammi, að meina við vorum í fyrri hlutunum, þá voru þeir að spjalla hérna frammi, ég heyrði það þegar ég fór og sótti þá. Það hefði verið hörðáttug þar? Já, verið hvasst við eldursborðið hérna frammi. Já, það hérna vonda við þetta, sko, þegar fólk hittist áður að kemur inn í myndirlit, sko. Það er búin að segja allt sem það þarf að segja. En Valdimar gætti að sér, sko, hann vildi ekki. Svo er það náttúrulega þannig að fólk, þó að sé kannski ekki minna hér heldur en víða annar staðar, þá eru svona mörk á því hvað fólk segir í kaffitímanum eða við kaffi, eða hérna inni. Það er náttúrulega meiri munur til dæmis á ríkisútvarpinu heldur en hér. Það er svona, það er þannig að fólk verður svona meira í leikur eitthvað svona í hjá RÚV. Þetta er svona... Þú hefur komið í viðtöl þar. Já, ég meni, þegar Silfur Egils byrjaði, var hérna í einhverju kjallara hérna í Skipholti á morgnana og þá var oft svona lífleg og frjálsleg umræða. Því að það var eins og fólk fattaði ekki eða var verið að taka þetta upp. Svona niður í hálfgerðin kjallara. Já, og svona allt var leit ekkert svona út eins og sjónvarpstöðbeint. Nei. Þetta finnst mér skipta máli, en það var nú lengi upp á Stöð 2 var alltaf svona léttari andi. Það var bara því að tekja öðruvísi á móti fólki þar heldur innan á RÚV. Já, kannski. Og stundum verðum að varða við það að hérna þegar maður er að tala við einhverja, mér finnst það nú sérstaklega, það er nú líka þegar eru margir við borðið, sko. En líka þegar maður er með svona helgispjall eða eitthvað að tala við einn í einu, að fólk gleymi sér að það sé verið að taka hérna upp. Og það er náttúrulega gaman fyrir þær. Þú varst með Gunnar vin okkar, Andriðsson, helgispjalli. Já, ég hef heyrt hann í morgunútvarpi. Mér fannst hann hérna vera svona fámáll og ekki alveg í stuði, þannig að ég langaði bara að leiðrétta það og fekk hann hérna í mjög líflegt spjall. Eins og hann er. Eins og hann er. Það er ofta ágætt að þekkja fólki. Við náttúrulega unnum báðir, talsveit með Gunnari. Hann er eitthvað í pólitíkinni, það er hérna þingið allar byrjað? Já, það er á morgun bara, það er bara morgun, sko, sem þingið byrjar og hérna... Það er eitthvað merkilegar pólitík kosningar sem hafa verið í enskumælandi löndum utan Bandaríkjanna. Sem eru kosningarnar í Kanada og Ástralíu sem er eiginlega sami sögutráðurinn. Þar leit út fyrir að íhaldsmenn með undir forustu manna sem að mörguleiti minna á svona málflutning og pólitík Trump með svona að gera stórkostlega niðurskurði í opinberri þjónustu og að svona að ríkisreksturinn væri bara hættulegur og væri að eyðileggja samfélagið. Á móti svona, þetta er kallað svona antivók, að vera á móti réttindum samkynhneigðra og sérstaklega trans og ýmsar svona efasemdir á þeim og svona hugmyndir að innan úr háskólanum komi bara einhverja dellu hugmyndir sem eru einhverjir vera að grafa undan samfélaginu. Báðir voru svolítið þannig týpur. Og þeir báðir hvoruð þeir að ná kjöri í sínu kjördæmi og til dæmis í Ástralíu er hvað heitir hann frjálslyndi þjóðarflokkurinn, hann er eiginlega samblandað tveimur flokkum, að ég held að hann sé að fá bara lögust útkomu síðan í stríði og það leit út fyrir áður en að Trump nær völdum að hann myndi gersigra verkamannaflokkinn. Sama gerðist í Kanada að þar var mikill svona augnakall nýhægriksins forystumaður á íhaldsmönnum en hann misti sitt þingsæti og frjálslyndi flokkurinn sem er svona einhver svona viðreisnarflokkur að hann vann stórsigur sem svona valkosturinn á móti svona trumpisma og mér finnst þetta áhugavert vegna þess að það hefur verið að tala svona upprisu hægrisins og það var eiginlega svona eins og óumflýjanlegt. Þetta væri bara holskefla sem væri að fara að leggjast yfir Evrópu. Bent á til dæmis góða útkomu valkostur fyrir Þýskaland, Alternative for Deutschland, sem að fekk er orðinn næststærsti flokkurinn á þingi þar og núna ætla þeir að fara að úrskurða hann sem
hann brjóti stjórnarskrána og bannan. Það er stofnunin í Þýskalandi sem með það plan. Þetta eru kosningar sem voru bara stuttu eftir að Trump náði völdum. En á vinstri kantinum þar að þá var flokkur Söru Wegenknecht sem að var svona með að mörguleiti tekið upp svona ákveðin sjónarmið sem að vanalega verið hægra megin, varðandi innflytjendur og ýmislegt svona íhaldssemi í persónulegum málum það að kalla í amerískum stjórnmálum. Að hann náði ekki ná þing þótt að það hefði verið 10 þingmenn gengið úr Dai-Ling eða vinstriflokknum yfir til þeirra og þeir mistu allir þingsætið sitt en Dai-Ling bætti töluvert við sig og kom peka ágætiskosningu svona með við þeirra sögu. Þetta eru flokkur sem á rætur að rekja í kommunistaflokku Austur-Þýskalands og er svona sterkari austamegin eins og Alternative for Deutschland og Sara Wegenknecht líka. Þannig að það er svona ýmis merki þessu svona öfug áhrif Trump að hann safni saman að verði eins og hélt í gamla daga samfylking gegn fasisma að það verði svona breiðari samstaða einhvern svona annan valkost því að við gætu sagt að meirihlutinn í borginni væri svona það sem myndað, sósíalistar tóku þátt í því meðal þess að koma í veg fyrir einhverja hægri stjórn. Það var svona ákveðin hætta á að hér yrði meirihlutasamstarf Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Flokks fólksins og Viðreisnar sem er svona allt hægra litrófið. En ég held að Sanna Magdalena og sósíalistar tóku ákvörðun það að stíga þarna inn til að bara koma í veg fyrir það. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert og Inga Sæland náttúrulega það vildi ekki taka þátt í samfélkingunni með Sjálfstæðisflokknum Helgu Þórodóttir sem er borgarfulltrúi og þau bara nei, ferði ekki í þessa stjórn. Já, það er ef þú ert að horfa út frá svona samfélking gegn fasisma þá telur það að vera kostur að halda flokki fólksins þarna megin í litrófinu en ekki láta þetta hægra megin sem er gæti alveg gert og þú munum eftir ýmsar kosningar að þá einhvern tímann fór Inga með Sigmundi Davíð á Bessastæði, mætti geta því? Nei. Jú, hann fekk far með honum. Þannig að það var hann að reyna svona ná henni til sín með einhverjum hætti. Svipað og Viðreisn náði bestaflokknum einu sinni, bara í aftursætið. Það er náttúrulega, Þannig að þessar kosningar, en síðan eru einar kosningar sem eru alveg öfugar við þetta. Það eru kosningarnir í Bretlandi, það sem voru svona sveitar félagakosningar. Það sem að umbótaflokkur Farage vann gríðarlegan kosningarsigur. Að stæðstu leyti tók að fylgi frá íhaldsflokknum sem er í einhverju ótrúlegu tjóni þar og enda segir Farage núna að hann er umverulega forysta stjórnarandstöðunnar gegn ótrúlega óvinsælli ríkisstjórn Verkamannaflokksins undir forystu Keir Starmer sem nýtur lítils traust. Ég held að segja 62% kjósandi í Bretlandi sem ber ekki traustinn hans og eitthvað bara 26 eða 7% sem að treysta honum. Þannig að það er valla nái að halda meiri hluta trausti meðal þeirra sem að þó ætla að kjósa Verkamannaflokkin. Hann er með stæðsta meiri hluta Verkamannaflokksins bara í sögunni held ég. Hann flaug þar inn meðal hans út af hruni íhaldsflokksins. En hefur spilað einhvern veginn þannig út úr þessu og mér finnst gaman að lesa svona greiningar á þessu í Bretlandi þar sem er talað að ástæðan fyrir þessari niðurstöðu kosningarnar er náttúrulega að hann hefur fært Verkamannaflokki svo mikið til hægri og meðal annars tekið undir ýmislegt í svona kröfum, harðari aðgerðir í innflytjendamálum og tekið undir svona hann er svona eins og bleristi og eins og Clinton er náttúrulega ekki vinstri maður en svona, þetta voru menn sem voru það kallað að vera tough on crime, það sem þú tekur og þykist vera meiri hægri maður í svona sýnir af þér eiginlega meiri anstigð heldur en hægrið til þess að halda fylgi en þá einhvern veginn er engin vörn gagnvart þessum svona upprisu trumpismans í Bretlandi og það leiði til þess að Farage nær fylgi frá Verkamannaflokknum. Mikið í norðurhéruðunum þar sem að fólk býr við lakari kjör. Það er bara
miklu meira ójafnvægi í Bretlandi saman við landsframleiðslu út í sveitunum eða út í dreifðari byggðum, út í svona riðbeltunum og miðað við til dæmis í London og stærri borgunum heldur en að við þekkjum á Íslandi sko. Og þetta pólitísk svona breyta sem í pólitík í Bandaríkjunum, í Frakklandi, í Bretlandi og víðar sem að við kannski áttum okkur ekki alveg á. Að það munur á því að búa það sem bara búið efnarsleg hjöðnun á árum og áratugum saman eða búa það sem bara svona einhver svona velsæld inn í miðjum borgunum, annars konar hugafar sem að verður í pólitíkinni. Mér finnst þetta áhugavert. Ég veit ekki hvort þetta muni hafa einhver áhrif á íslensk stjórnmál. Það sem að gerast helst í íslensku stjórnmálum, það er hérna upprisa samfylkingar. Kannski það áhrif frá Trump að það litið á það sem valkost að við höfum valkost að fara svona leið eins og Sjálfstæðisflokkurinn var svolítið að feta sig undir forystu Bjarna í áttina að miðflokknum og öðru slíku að ég man að fyrir svona ári síðan að þá voru í hægra podcastinu voru menn að tala sig inn á að það væri ríkisstjórnin sem væri á leiðinni, það eru svona borgarleg ríkisstjórn og bara stjórnmálin væri á leiðinni þangað og vera að vísa til kosningasigra Le Pen í Frakklandi og Meloni á Ítalíu og Svíþjóðar demokratar Sanni Finnar voru hlutið að þessu sem heita nú bara Finnaflokkurinn í dag. Þeir guldu afhróð í svona sveitarstjórnarkosningar sem voru þar árinu. Og það sem að kjósendur eru fannir að velja einhvern valkost sem eitthvað annað en þessi trumpismi. Og ég held að þetta eftir að gerjast töluvert. Þetta sé frekar þannig sveifleikur heldur en persónulegt fylgi Kristrúnar. Nei, ég held að það persónulegt fylgi augljóslega sko. Já, en ég held að ef maður er að horfa á þetta í samhengi við kosningúrslit annars staðar. Og það þannig að Trump hefur gríðarlega áhrif. Bara, ég meina, hann í öllu fréttum og líka hvernig hann svona hegða sér, hvernig hann beiti valdi sínu. Hann ætlar bara að slökkva á þessum háskólum og hann ætlar að gera það. Hann hefur byrjað að sína svo mikla, svona valdstjórn. Einræðis. Já, og bara hafnar raunverulega svona, hvað við segja, dreifðri stjórnsýslu, þar sem stjórnsýslan hefur sitt hlutverk og þingið sitt og framkvæmdavaldið sitt og svo með háskólana sem eiga að vera sjálfstæðir og fjölmiðlarnir eiga að vera sjálfstæðir. Hann er að vinna gegn þessu öllu og ætlar að beygja þetta bara allt undir einn vilja. Og ef það er eitthvað líf í fólki í okkar heimsluta sem hefur ólst upp að einhver leyti við hugmyndina einhverja valdreifingu, vill ekki hafa bara einhverja eina línu. Og við sjáum það í bara kvennahreyfingunni, hreyfingu samkynhneigðra og fatlaðra og fleira þar sem eru svona hugmyndir að það byggist upp samfélagi ef allir leggja eitthvað til í baráttunni en það sé ekki bara Trump sem að sér þetta einhvern veginn fyrir sér. Að ég gæti trú að við verðum ekki búin að sjá allt enn hvaða áhrif Trump hefur og hvernig viðbröðin við honum og höfnunum á honum inn í pólitík annarra landa og svo náttúrulega í Bandaríkjunum því að þar náttúrulega hann með verri stöðu heldur nokkuð forseti hefur haft eftir 100 dagana. En þar bara vantar forystuna. Ég hef svolítið verið að horfa á Bernie Sanders og Alexandru þeir ferðast Bandaríkina Cortez. Þeir ferðast Bandaríkin og eru með svona klassíska orðræðu eiginlega samfylkingu gegn fasisma sem að stoppa þetta og eru mjög fókusuð í því. Ég veit ekki hvort að kannski eru þau að tala bara inn í einhvern lokaðan hóp ég veit það ekki. Það er gaman að sjá Bernie Sanders, hann bara hvað nú gaman? Hann bara hann á bíl eldri en Trump. Já, ég held að sé 1-2 árum eldri en hann en ótrúlega kraftur í karlinu og hann lítur á þetta sem bara ögurstund í sögu bandarísku þjóðarinnar og sömuleitt það allar þessar tilskipanir sem hann hefur verið að gefa út og þetta og ég held þetta kalli á viðbröð út allan heim. En að þið voru náttúrulega að því ég svona mikill heimamaður að það á morgun þingi byrjar klukkan 3 og
og það er veiðigjöld, aflaverðmæti í reiknistofni. Þannig að það byrjar á morgun. Já. Og þá sjáum við líka hverju vera harðast í andstöðinni. Mér finnst svolítið merkilegt hérna það sem að fylgjast með að Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður flokksins, Sjálfstæðisflokksins og Hildur Sverrisdóttir, formaður þingflokksins, að þær sé að taka þátt í einhverju málþófi eða... Þú vildur ekki gera það? Ef ég verið formaður? Nei. Ég myndi láta einhver aðra hlaup út í sjokku. Nei, mér finnst það er bara ekki nema að sé eitthvað mjög sérstakt mál þar sem afstaða flokksins þarf að koma skipt fram en ekki einhverju svona bjölluati. Kannski er það óöryggi, veit ekki alveg hvernig... Já, ég held það nefnilega líka. Mér finnst það eftir þetta formanskjör, þá finnst mér að vera bara biðstaða og eins og flokkurinn veit ekki hvað hann vill. Já, ég held líka að Guðrún veit ekki hvort fótinn hún á að stíga. Svo er það náttúrulega hjörð sem er eiginlega vonlaust að stýra, þannig hver hendin upp á móti annarri. Já. Þú veist, það er alltaf eitthvað sjálfstæðisstefnuna og allir séu sammála það og veit ekki hvað það er eiginlega sjálfstæðisstefnuna. Eitthvað svona hugmyndum það að sé einhvern veginn inngróið inn í Íslendinga að vilja vera sjálfstæðir og sjálfstæðisflokkur sé flokkur fyrir það sem er einhvern veginn bara, þetta er ekki hægt að halda utan um þetta. En þegar kemur að eitthvað svona málum að þá er klofningur, það er til dæmis, það er útgerðaraðallinn sem er rosalega sterkur þarna, en það eru eins og fólk í öðrum atvinnugreinum sem er eiginlega sammálaði í útgerðið verið að borga meira og óttast það að útgerðið sé að kaupa bara upp aðra atvinnugreinar. Þannig að inn í Sjálfstæðisflokknum eru alls konar sjónarmið og Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf að er á móti réttindum leigjenda eða það sé reynt að ná einhverjum höndla einhvern veginn húsnæðismarkaðinn. Þannig að sprengist ekki upp verð á húsaleigu sem að leiði til þess að launafólk bara grafið undan lífskjöru þeirra þannig að þeir koma og heimta að fá herri kaupakkanir á því að húsnæðismarkaður er nónýtur. Það er hellinga fólki í Sjálfstæðisflokknum sem veit að þetta er vandamál. Það verður að gera eitthvað stór átak í húsnæðisuppbyggingu en flokkurinn bara getur ekki komið með það fram sem einhverja stefnu vegna þess að þar inni er svo mikil braskara vend einhver. Já, svo er það líka segja núna að það séu til íbúðir sem seljast ekki að vera með þetta í vel 20 milljarða. Já, það eru eftir Suðurlandsbrautinni, það er verið að byggja svona dýrar íbúðir það sem er búið að ég held að sé svona 23 milljónir á íbúð sem er kostnaður áður en skóflustungan er það er út af lóðabraskinu sem er og þetta er náttúrulega íbúðir sem er bara skiljanlegt að seljast ekki og svo er náttúrulega álægningin stórkostleg þannig að það er bara og þetta sýnir það að þegar markaðurinn er bara látin eftir og þessi hugmyndum að bara við bröskum að það hlutur alltaf leiða til bestu niðurstöðu. Ég held að ég bara eftir að springa í andlitið á bæði borgaryfirvöldum og stjórnvöldum að hafa sleppt þessu svona lausu því að þessa íbúði bara eigi ekki að seljast. Það eru bara allt og dýrar. Það er ekki hægt að leggja á bara segjum ung hjón, barnafólk sem er að koma og kaupa sína fyrstu íbúð að þau eigi að bera einhverja 23 milljónir ævin á enda af einhverju húsna lóðabraski. Og svo bara einhver gæjar sem að fóru þar, einhverju gamma gæjar og hlupi í burtu með 4 milljarða og 5 milljarða og 8 milljarða. Þetta er bara kerfi sem að gengur ekki upp. Herriðum, það er að koma að miðdegiskaffi. Við skulum bara... Við erum búin að vera hérna síðan 2012, bein útsendingu. Alltaf gaman að hitta þig hérna á sömundum. Já, sömulegir. Herriðum, við þökkum gestum okkar kjærlega fyrir og við þökkum Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og við þökkum áhorfendum kjærlega fyrir að hérna staldra við og hlusta og horfa, sumir. Þið breytið þessu samtala okkar í fjölmiðlun og það sem meira er að þið hafi líka byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur finnst áhugavert hérna. Þannig ef ykkur fannst eitthvað áhugavert í þessu þætti endilega segið frá því. Segið frá því að með finnið efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllu hlaðvarsveitum undir nafni einstakar þátt eins og Sýnir Egils en líka undir nafni Samstöðunar eða þið vil fá allt efni sem er búið til hér. Við erum í útvarpinu á svona stór höfuðborgarsvæðinu sem er næri eiginlega alveg á sunnanvert Snæfellsnes upp eftir öllu Borgarfirði upp að litlu kaffistúðu út á Reykjanestá, þar er númer 89,1 á FM.
En það má líka sækja þér útvarpssendingar á spilarann. Spilarinn bæði á netinu, spilari.is og svo spilar líka app sem maður hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Þar má horfa á dagskrá samstöðarinnar 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti við Rauða borðið og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Það sem að keyrir samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að hafa gæst áskrifundur og leggja lítið til sumi, þú veist, ekki lítið, ég segi það bara vegna þess að áskriftin hérna bara 2750 sem er miklu lægra heldur en á öllum öðrum áskriftamilum. En með því að margir leggi lítið til að þá skapast afl sem að gerir okkur fært að halda út í samstöðinu og jafnvel byggja hann upp. Ef að þú vilt slást í þennan hóp velgerðarmanna, þá hveti ég til að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Þau mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Og við þökkum áskrifendum kærlega fyrir hjálpina. En ykkur áhorfendur góður segi ég bara góða helgi eða það sem eftir af henni og við sjáumst hérna svo aftur annað kvöld klukkan 8 þegar Rauða borðið byrjar. Takk fyrir í dag.